Nei, sjá hvort að þetta sé ekki að ganga. You're muted. Já, á Zoominu, það er rétt. Þetta var að vera leið. Ég ætla bara að sjá hvort það sé mikið hérna. Eigum við að live. Skák.is. Hér eru þeir. Við segjumst þér að live hérna. Ok. Skínandi gott. Það þarf að koma þess að menn hérna. Má sjá. Chat. Share. Takk fyrir. Gerum við svona. Og þetta er svo skák.íslensk skákmenn. Annars veit ekki ná þessu, þannig að það er enginn hlusta á núna, vantarlega. Beint. Skýringar. Jæja, heyrðu, þá bara held ég að við getum bara hafið leikir og við skulum byrjum bara þessari skák sem ég á skjánum hérna. Ég ætla að hafa hérna til hliðar við mig let chat. Hvað er ég ekki í myndina? Já, ég ætla að reyta play. Það er vonandi skýringin. Það er líka skýringin. Förum hér í live. Skýrandi gott. Þá get ég séð menn segja eitthvað sniðugt. Höfum það hérna á kantinum. En já, kannski svona merkilegasta viðureignin væri kannski þessi. Það er Guðmundur Kjartansson, þrefaldur Íslandsmeistari gegn Héðni sem er í allavega tvöfaldur Íslandsmeistari. Eða ekki meira, allavega tvöfaldur. Og já, Gummi hóf leikjana með E4. Það er svona yfirleitt í D4, þetta er F3 og C4. Svona meiri því en Gummi getur telt allt og sjá það hér, hann leikur E4, við fáum E5 og það kemur spænski leikurinn og við förum bara hérna í einhverju aðalínur. Stuttrókun biskup E7, hrókur 1 B5, biskup E3, allt saman þekkt, stuttrókun Hannes 3. Já, valið hérna svolítið á milli C3 og H3. Gummi velur hérna H3, biskup B7, D3 og nú er þetta svona svona lokaafbrigði, þetta er svona allt snýst þessi anti-massalaafbrigði, D6. Það hvíti svona, kemur svolítið upp fyrir að taflunni sé lokað. Þetta er R5, biskup fyrir C2, þetta er allt mjög algengt. C5 og þetta er D2 algengastur en Gummi velur hérna D4. Sýnum við hljótu bara enga merkilega skákmenn sem hafa telt þetta, Hækki Vestrinu reyndar, telti þetta 1982 gegn Tímo Pirttimäki. Takk fyrir. Hérna tekið D4, tekið og D5. Þannig að svartur með því að leika D5 er að svolítið að segja að hann sé búin að ljúka liðskipan og er klár í slaginn. Þannig kom alla menn út, búin að hróka og ætti svona að njóta svona sannmælisina á miðborðinu. Hvítur hins vegar á kannski eftir að koma hans fyrir drót til að klára liðskipan. En hvað gerist hérna? Gummi tekur peðið á F5 og þá eru hérna að svara í sömu mynd, tekur hérna 4. Þetta er D2. Setur pressa á hann riddara hérna og svo leikur F6. Rittarinn bakkar, biskup B4.
svolítið eins og hérna sé að tefla svolítið mikið upp á einfalda tafli, spilum hvort það sé að tefla hérna upp á jafntefli, hann tekur hann á D2, rittar þetta með D2, hrókur E8, og nú hvítur með biskupaparið, þetta getur að löng skák, svona eins og Guðmundar er von að vísa, dróning C7, hvítur á leikinn. Já, þetta getur að löng skák, hvítur. Ég sé fyrir mér að fara að leika minn eins og biskup D3, leikur B3 og þarf að rittarinn fyrir C4, biskup D3, biskup út, líklega hér, fókus ég, og traust, svartur er svona, líka með traustastöðu, en kannski ekkert ógna hvítum. Þannig að þetta lítur alveg þokkar út hjá hvítum hérna. En eins og segi, tippa á að þetta verður löngskák. Ferum okkur að borða með 2, þar eru þeir Vignir Vatnar með hvít og Alexander Domalchuk með svart. Vignir hóð taflið á D4, D5, C4. Nú þekkja ég hvorn annan mjög vel og ég veit að Sasha, eins og Alexander kallaður, hefur mikið verið að taka á C4, hérna D-dröpu C4, svo kallað Queen's Gambit Accepted, það móti ekki dróningu bara, en ákveður að fara bara í E6 hérna og við fáum, já, maður hefði haldið hefðbundið dróningu bara með annarkvort á biskup F4 eða biskup G5, biskup G5 er alltaf algengara, báðir leikir mögulegir, en hann leik hann að G3 og skiptir yfir í Katalan, en yfirleitt hvítur ekki búin að leika reyndar að C3 hérna í Katalan, það er alveg til, en vandamál er, já vandamál ekki vandamál, er að það er svona erfiðara ofta að ná tilbaka þessu peði sem að Sasha grípur hérna á C4, þú er búin að leika þetta C3. Því yfirleitt hérna væri hvítur búin að hróka, myndi núna leika dróning C2 strax og reyna að ná þessu peði bara. Þannig að hvítur kannski þarf ofta að fórna því, en Vignir leikurinn er þetta E5 sem hótar að vinna peði strax tilbaka og Sasha nýtir þá tíman til að leika C5. Sjáum að Vignir teflir byrjunar nokkuð hratt, 1:32 klukkunni, þekkir þetta greinlega vel. D-dröpu C5 er þekkt, til dæmis skáking Giri Topalov, fæ ég hérna upp. Ég fæ upp gagnagrunni en við munum ekki nota tölvuforrit, svona eins og þetta er, rittarinn D1, biskup C5, stuttrákun og hvítur nær þessu peði tilbaka. Þannig að móti þá næst svartur núna að leika þetta C6. Það er test í nokkur skákum sem að hafa svona flestar endað með þetta bli. Biskup D2. Þannig að hvítur er svolítið í þessum aðbörðum að treysta svolítið á svona langtíma áhrif þessi biskups á skálinni og reynir að búa til einhverja pressu á dróningavægnum. Skulum sjá hvort að Vignir nái því. Rittari C3, lagar hann rittara, það verður að kaup, hrókur A, hrókur F8 og eftir rittari A5 kom hrókur A til B8. Tilbúin að taka á sig smá veikingu hann á C6. Þau testa áður í teimskákum, Georgi Edison móti Kristoffer Rutschko 2018 og Philips Glosser, Hannes Rá 2009, báðir endum í jafntefli og teldust eins og þessi, tekið á C6. Sjáum að tíminn núna aðeins bara jafnast, hrókur FD1, F6, hrókur AC1, biskup E7. Yfirleitt er svona einn veikleiki ekkert endilega nóg hérna, svartur er, já, það er svona ætti í flestum tilvíkum að geta leikið fyrir C5 hérna og laga hérna veikleika. En Vignir leikina F4, vill ekki leyfa svörtum að leika E5 sem myndi svona vinna svolítið að móti þessum biskupi hérna á C3 og kjölfari kemur kóngurinn hérna kót til dæmis til E6 sem stæði vel. Þannig að Vignir reynir að halda svona í eitthvað já, svona smá svona aðeins betri stöðu út frá því að svartur sem er verið peðastöðu. En hann spurning hvort einn veikleiki sé nóg, það er einn veikleiki hérna og tala um að þau eru 2 veikleika í skák til að vinna. En sjá hvað setur, en hvíta staðan er vissulega auðveldari.
Mun vantilega reyna lagan að koma út með kónginn og já, maður halda áfram. Vigni sagði nú í gríni, hann var að tefla síðastliðna helgi þegar hann og Hilmir fóru á svona hraðmót í Danmörku. Og Vigni svona sagði í gríni, hann kann bara tefla endatefl, þannig að hann greinilega fer í endatefli hérna, sáttu við það. Þannig að aðeins betra á Vigni myndi maður halda, en Sassa er mjög harður í að verjast oft, þannig að ég myndi ekkert vera. Já, þetta er svona, ef við segja 20% Vigni vinnur með 80% aðtilvi. Svo er Helgi Ás, Bárður Örn með hvítt. Hefur verið í svona skemmtilegri framför undanfarið svona, já, rúmt árið að svo, eftir að þeir tvíburabræður svona hófu aftur að tefla meira eftir svona smá pásu, eins og vill átt verða svona þessum árum, þessum aldri. Helgi Ás fyrir í pirkvörnina og Bárður teflir hérna bara solid, A6, Bárður leikur A4, stoppar B5 framræðsina, þá kemur þetta í C6 hjá Helga, D5, rittarinn fyrir B4, ekkert sem ykkur að lendi vandræði með hann, H3, E6, tekur aðeins á móti hérna miðborðinu. Aðeins að hvort sé ekki live með hljóð okkar hérna, sýnist það. Við látum bara vita eitthvað er að hérna, D3 fyrir E6, merkilegt nokk þá tendist þetta í skák Susanto Megaranto sem er það kallaður frá Indonesíu. Í þeirri skák þá drap svartur með FP, hérna drepur Helgi með biskup. Gæti þá jafnvel verið tilbúin í einhverjum tilvikum að leika D5 sem ætti svona meira minna jafn tabli, en ekki verið rittari D4 og Helgi vil ekki gefa henni biskup, þannig að hann hörfar á D7, biskup A4 og D5 núna, kannski leikur hvíti bara E5, hann er hrókur E8 hjá Helga, hann svona býður átækta, biskup finnur 3, hörfar með rittaran, býður upp á kaup, þetta er E5, og bara hvítur sem þarf að hörfa, vill ekki gefa hennar biskup, fyrir aftur á E2, C5, rittari finnur 3, hér verður kaup og biskup C6. Nú komur svona leiðind að pressa hérna á þetta peð sem er ekkert auðleysanleg nema, já, það er okkur dránin D3. Ég ætla að segja með því að leppa hennar rittara, en þá þurfum við líklega að gefa hennar biskup fyrir rittara og svartur hefði fengið sterkan svartur biskup. En spurningin er núna eftir dránin D3, hvort að svartur leiki bara dránin E7 og setja áframhaldið pressu á þetta peð. Þá svolítið snýst þetta hvort að ef að hvítur þarf að leika biskup G5, þá held ég að Helgi leiki þessu. Þetta er biskup G5 kemur H6 og hann er sáttur að fá hann svartur biskup, held ég. En eftir dránin G7 gæti komið líka hrókur E1 og já, hann leikur dránin G7 ef að hann er ekki smeykur hrókur E1 og það er spurning hvað gerist hérna, hvort þessi leppun telli eitthvað og líka hvað hrókurinn færi hérna. Segjum dránin G7, hrókur E1, má ég drepa E4, það snýst svolítið það. Tilfinningin er að við náum alveg að leika F5 eitthvað slíkt til að valda og þetta ætti að vera lagi, en Helgi leikur þessi stað hérna hrókur E6, en dránin G7 verður glatt í lagi, hann leikur hrókur E6. Það er sjá hvað sé ekki alveg örugglega mjút hérna á að vera þannig. Já, ok. Já, ég held að Helgi sjálfur sáttur hérna, hvítur er traustur en bæði með mun verið tíma og svona er eiginlega ekki að gera nýtt. Þannig að það sýnist að Helgi standi þokkalega hérna.
Færum okkur yfir í skák Hannesar Hlífars með hvítt, nei, fyrir ekki, Lenka með hvítt á móti Hannesi. Og þar var C4 på bóttanum, enskileikurinn. Lenka kom inn í mótið með mjög stöttu fyrirvara, kom inn í gær sem varamaður. Þar sem að Bragi Þorfinnsson forfallaðist. Hún er kannski minnst undirbúin á keppendum. En nýbúin að vinna auðlingamótið þó, því til haga. Og C6, þetta er finnur 3, G2 og já, þessi svona rétt í slavkampetur, þetta er það sem að hann Mikael Marin meldi mig á sínum tíma. Og hérna er stuðtrókun að leikur sem hann verða að leika svona upp á teóríuna, drókning C2 sem að Lenka leikar ekki algengast. Og hérna leik Hannes bara drókning D5, hann ætla bara að hanga á þessu peði hérna. Og takk fyrir túkall. Rittari C3, setja drókningu en drókning H5. Nú setja drókningin ekki lengur á peði, þannig að augljósa svartur ætlar að hanga á þessu peði. Þetta er A4, til að koma fyrir B5. Hákvæður rittari A6. Svona eigir þennan reitt með rittaranum. B3, það var drepið. Þannig að Lenka, já, breytir þessu í peðsfórn. Hún sá ekki alveg hvernig hún ætti að reyna að vinna þetta peð. Það er til að vinna peðið þá ætti að færa hann að rittara, en hvert ætlar að færa hann? Það er engin svona sérstakur reitur hérna. Þannig að okkur bara að fórna þessu peði. Hefur svona smá fórskotar í skipan, en svartu virðist nú eiga að sleppa hann okkur vel hérna. Þetta er C5 og svo biskupin út. Og ef við náum hérna að hróka svona skamlaust, þá eigum við nú að vera, já, standa þokkarlega. En H3 sýnist mér nú svona, já, bjóði upp að leika G4, sjá til dæmis ef svartur hefði hróka hérna, þá kannski bara alltaf að leika G4. Og svartur þá er að horna manni þar sem rittari G6 eða fyrir ekki drókning G6 er rittari H4. Og allt í einu drókningin bara falli. Þannig að Hannes hann hróka ekki heldur líka rittari FD7 og það býr nú til flóttaleið hérna fyrir drókninguna. Hann Lenka var ekki að tíma í G4, hún líka rittari D2. Þá geta Hannes hróka, rittari C4, hrókur E8, biskup E3 og biskup F8. Þannig að nú snýst þetta svolítið hvort að hvítur Lenka, hvort hún fái nægilegt mótspil fyrir peðið sitt. Ég hugsa að svartur sé með betra í tölvunum, en hvítur er samt með svona, já, svona einhvern vísi á svona bankamótspili. Þú veist, kóngurinn verður að vera hér og verður með svona átt sem menn, þetta er ekki kannski koma A5 í einhvern tilvíkum. En á móti þá er svartur traustur og ég sé ekki alveg hvernig við svona erum að auka við þessa pressu, vinna peðið tilbaka. Virðist ekki alveg í spilunum. Við skulum fara núna í Olga og Hjörvar. Og já, skulum bara fyrst tefla það upp hérna. Olga með svart og það var Nætdorf. Hún ætlar ekki að tefla þetta rittari F6 afbrigðið sitt sem hún teldi svolítið oft. Sem er ágætis afbrigðið svona til að koma á fólki óvart, en ekki ef þú ætlar að tefla alltaf á mínum mati. Hjörvar fyrir hérna í F3, svo kallað Prince Variation. Þetta er alveg alls ekkert vitlaus variantur af því að ef svartur kann hann ekki vel, þá lendir svartur oft í svona stöðum hans hvítur leikur C4, svona hálfgjörnum svona Maroxi bændstöðum. Og mér finnst Hjörvar nokkuð góður í þessu stöðum. Ég svona lendi í svona svipuð á móti á mér hraðskák. Og það er ekki auðvitað að ég veit það. Sjáum að tefli byrjun að krafti hérna, komum með 10 mínútur á klukkuna. Kom A5 hjá Olgu, hrókur C1, mennin er út, þetta er D5. Sjáum, þetta er svona nokkuð eðlileg staði fyrir Nætdorf, nema peðið hérna á C4 í staðum C2. Og ef hvítir stuttrókar þá er það svona líklega bara góðlega ef við komum við fyrir bæði B5 og D5. Þá er þetta D5 hjá Hjörvari, drókning D2, A4 og oft lítur hún ekki vel út þessu rittari hérna á A1, en hann er oft fljótur að lifna við fyrir hérna á C2, getur farið á B4, líka farið á A3 og B5. Hann eftir góðri skákja Jóhanni Hjartarsinni frá einu ólympíumóti þar sem hann var með svona fyrirbyggjandi tamennsku með hvítu og
manóvera þennan rittara C2 og svo framvegis. Það kemur F5, reynir svona að búa sér til eitthvað spil. Þetta er tekið, biskup 1 og 2, rittari C5, rittari kemur aftur inn í spilið hjá Hjörvari, E4 og F4. Já, þannig að hérna er spurning. Hvernig þessi staða er. Sýnist nú hvítur hafa ágætis kontról. Reyndar er svartur með þennan möguleikan í einhverjum stöðum að hendur þessu rittarinn á D3. Jafnvel strax. Og það spurning hvernig það er. Það geti ofta alveg verið ágætis hugmynd, jafnvel þó þessi persón, leika bara rittar að D3, ná hérna biskup hérna. Fyrir ekki þennan hennar. Og já, treyst á að hafi spil á hvíturrittunum. Það er spurning hvað hann gerir hérna. Við erum nú með hérna, við reynum svona að byggja vonandi þegar líður á, en við erum nú með hérna myndaðara system. Sjá hvernig ég get ekki hérna aðeins að föndra hérna kantinum. Hvað er ég með strákana? Where are the boys? Já, ok, það er eitthvað reykis í, þannig að það skiptir ekki máli, ok. Við erum með tvær myndavélar, það er greinlega einhver reykist í eitthvað, þannig að slökna á annar myndavélinni. Þannig að við erum bara með þessa myndavél hjá Hjörvar Olgu og hún leikur hérna. Hverju leikur hún? Hún leikur biskup 5-6. Biskup 5-6. Með aktífa biskupa. Og svona heldur í til haga að leika rittari D3. Kannski er þetta bara í fínulega svart. Vegna þess að hvítur vill losna hennar biskup einhvern tíma. Þá lendur við svolítið í því að það er svolítið góð tök á þessum ritt fyrir svartan. Og svartur er alveg tilbúin að fórna einhverju blokkun, einhverju E3 hérna fyrir þennar ritt. Kannski er þetta bara í þokkalega lagi, nema þetta er kannski bara ágætt spil hérna hjá Olgu. Þessi ofur yfir G4 kemur líklega ekkert ekki reyna fyrir að búin að róka. Það Hjörvar leikina, sjáum bara til mig ef ég róka núna, hvað er í spilunum hérna. Spurning sko að við fyrir kannski að skipta upp á einhverjum mönnum hérna. Já, svartar er náttúrulega leikinn, já. Það er klóni hérna. Það er ónýja B2, já. Það var ekki flóknara það. Ég er nú smá smeyku við að leika einhverju leikir eins og þetta er B4, sko. Get ég kannski að vera með rittarinn A3 og B5? Er eitthvað ekki veit í því? Segjum bara hér, bara til að valda þetta hérna. Hvað er ég hendi þessu minn núna? Tekur smá stund að vinna þetta tilbaka. Ég veit ekki bara aðeins þægilega á svartan, eða hvað er að gerast hérna? Ok, prófum að drepa þetta, leika til dæmis rittari D4, þá held ég að koma rittari D3 líka, sko. Segjum hér.
Þetta er D3. Eitthvað svona. Þetta ekki bara fínasta lagi á svart. Ég er svolítið forvitin að vita hvað apparatinn segir hérna. Já, þetta er örugglega bara í svona nokkur jafnvægi. Færum okkur yfir í ætlum að sé eitthvað að nýta sér lagafærsluðina fyrir eftir skákir. Já, það er spurning. Það hljómar nú ekki vitlaust. Það eru Dagur og Hilmir, þeir tefla hérna slavnesku vörn TWC4 og þeir fara hérna í þetta gamla góða afbrigði sem að ég veit að Mórusevic svona endurvakti en gott ef að Alkin og Öfi voru ekki að tefla eitthvað svipað í gamla daga en svona já, þessi nútíma núans var að leika hérna G5, þetta er allt saman teóría til dæmis fræðiskákina Kasparov Mórusevic þetta er E3 drepi, þetta er allt saman þekkt og ég veit að Hilmir Freyr hann teldi nú langa skáki í þessu afbrigði á móti einhvern Dönum að Tyrkjum, ég held að móti Tyrkjum á síðasta Evrópumóti þar sem hann náði jafntefli og stóð síst lakar hér fylgjum við þá teóríu ég var nú sjálfur að tefla þessu teóríu í gamla daga á hvítan svona, reyna að finna eitthvað þetta var svona aðal línuna þessi tíma og ég náttúrulega var D4 skákmaður þá svona meira mainline heldur en núna, nú er maður bara einhverju London systemi og róli heitum þetta er C5 ég veit náttúrulega að Hilmir er mikil teórí hæstur og þetta er allt þekkt mikil fjöldi skáka hérna A5 aðaleikurinn hrókur FD við sjáum þetta tefla líka hratt hérna 1.28 dagur 1.27 Hilmir svona dagur kannski, já ekkert kannski dagur hefur búist við þessu, greinilega H5 algengast, drepið, drottnindrepur mikill fjöldi skáka hérna Soma Madjarov, Ivan Gelfand Wang Hao, Nihua svo framvegis hrókur D við erum ennþá þekkt á leiðum, drang finnur 6 drang D2 hjá Degi þeir eru ekki að hugsa mikið, kongur B8 ennþá í algengustu leiðum biskup Hannes 3 hér er drottning F4 langa algengast biskup H3 nr. 2 hér er ýmsar skákir Jan Gustafsson, Ernest Narkiev og Jan einmitt leik biskup H3 spurning hvort hann sé eitthvað svona skoða þá skák hér er já, Soma Madjarov, Yu Yangui Mamedov, Wang Hao Nihua Mikalevski Nihua greina tefla þetta mikið hér er einn skák Deep Fritz, Deep Shredder gegn Maxim Rothstein já, og hér svona, já, fara leiðir svona aðeins að skilja að maður sé, hann hugsaði nú, já, þetta er fyrst skipti í skákinu sem að Dagur hugsaði, hann er með 1.21 hérna og eyðir hérna 27 mínútum í biskup H3 Hilmi búinn að hugsa svona jafnt og þétt, svona nota tíman aðeins, svona kannski reyfið teóriðina og hann leikur hérna Hannes 4 sem hefur telst áður og auðvitað byrjar maður að hugsa hvað gerir sinna til rittarður H4 nú hreinlega veit ég það ekki þannig að verður ekki hvernig að komast að því rittarður H4 finnst ég nú ekki alveg búin að kveikja hérna á hausnum já, allir hugmyndi sé eitthvað að borða nei, biskup Pálsson skilja það eitthvað já, það er nú ekki alveg ljóst hvernig svartu fær spilið hérna þetta er C4 já, ég hef nú ekki að sé það allavega, Dagur já, Hilmi tók sér góðan tíma hérna alveg 22 mínútur í að leika H4 meira, neina hálftími þannig að mér sýnist að Dagur hafa bara treyst honum H4 hálftími, hann leikur bara G4 tiltölulega spontant biskup E7 hjá Hilmi
Dónik 1-3. Við erum ennþá að fylgja skák Viktor Mikhalevski og Nihua og Rafael Birczak, Antoni Balsjá. Mikhalevski með Nihua, þar leik svartur hrókur 1-8. Hilmir breytir út frá þessi skák og leikur hrókur Gunnar 8. Það er staðan hjá okkur, hann tók alveg 13 mínútur hann, hann er komin yfir 23 mínútur. Við höfum notað tíma vel hérna. Og jafnt á liði, og nú er náttúrulega bein hótum bara, Riddararnir Gunnar 4. Hvíti þarf að bregðast við því. Smá klaufalegt að enda með hennar biskupina H3. Það er ekki alveg tími í að laga það. Og við viljum helst ekki leika svo F3, þá veikjum við svörtulitin alveg svakalega auk þess að biskupin verður frekar slæmur. Þannig að maður eiginlega spyr sig hvort að þetta sé eftir vill örlítið misjafn núna hjá Degi, hann dreipur á E7, hann náttúrulega var önnur hótun að dreipa fyrir hennilega bara F5 af því að við losnaðum við allar erfar hérna, það er náttúrulega leppun á þessari línu hérna, þannig að þessi Róni. Helt kannski að þetta verið leikur en dagur leikur þetta er bara E7, þetta er bara E7. Og nú er spurning hvort hann vilji einfalda stöðuna og leika 5-4. Ég sé nú ekki einhverja taktík í því, þannig að kemur ekki á óvart að hann myndi leika hérna bara 5-4. Við hugmyndum þá að það er af því að mér sýnist bara einn leikur að leika riddari hér, þá getum við drepið og svona reynt að laga mennina. Kannski, já, G5 gangi nú ekki alveg strax. En svona leikur er bara kongur F2 og það er kongur F3, laga hennar biskup svo. Fyrst hann drepir, þá finnst mér hann nú líklegt. Þannig að endur ræsa þetta að fá upp stöðun aftur hérna eins og hún er. Já, ég ætla að delete hérna, þannig að það blir þessi staðan. Er það ekki? Jú, það er staðan. Þetta er auðvitað nálægt til að vera jafnt en mér er svona að fara að lítast betur á þetta fyrir hönd Dags heldur en áðan. Og hann stendur ágætlega tímanum líka. Næsta tímarhækið er hjá Olgu og Bárði og Alexander Domalchuk. Þetta er svona the usual suspects. Héðinn og Guðmundur hérna fyrir aftur á fyrsta borð er með nokkuð jafnan tíma. Við sáum þessi stöðu hérna og ég spáði langri skák, ég stendi þá spá. Látum okkur að sjá hana hvað er fyrir þessu batteri hjá mér. Það er nóg til. Bjóðum með tónlistarmannin Erljótt, velkomin í spjalli. Frá Greta tók henni, okkur riddari finnur 1. Dónik sér 7 og G4. Mjög sérstakur leikari, mjög svona mikill gummaleikur einhvern veginn, svona. Opna kóngstöðuna finnst mér svona full fljótt hérna, ok, hrókur A7-8. Hann vil ekki vera hér, heldur leikar hrókur E2. Fyrirgefið, hrókur A7-8 leikar hrókur E2. Mér finnst þessi leikir örlítið fyrirlegir hjá Guðmundi, verður ekki hana það. Nú spurning hvað hér gerir, þetta er nú svona vesti maðurinn hjá svörstum, þessi biskup A7-8. Spurning hvort það getur gert eitthvað við það. Gert eitthvað í því, vil ég svo það. Það tekur svolítið tíma. Já, þetta stefnir í þungaskák, hér erum við svipaðan tíma, hálftíma.
Ég hef nú haldið að Guðmundur myndi bara þróa stöðuna með einhverja svona biskup D3, biskup E3 leikjum og svona sjá hvað setjum. Mér finnst þessi G4 leikur svolítið glannalegur. Ég veit ekki alveg hvað svona vakið fyrir hann með þessu. Þetta hvítur er ekkert, ok, þóttu okkur riddarinn F5, það er ekkert að gerast. Þannig já, ok, við verðum að sjá hvernig þessi þróast. Mér finnst það nú samt svona aðeins í furðulegri kantinum. Domatsuk og Vignir var svona eftir F4 leitið út fyrir að vera aðeins sælilega á hvítan en líklega ekki nóg svona til að búta einhver massi vandræði. Kongur F7 kom hjá Sasha, kongur F2 hjá Vigni, kongur fór á E8 og þetta er kannski smá svona ef maður ætti að setja út á eitthvað hjá Sasha eins góður og hann er, þá notar hann tíma svolítið illa. Hérna á hann 20 mínútur eftir og er ekki svolítið mikið að eyða 30%, 33% af því 7 mínútum hérna í kongur E8 sem er svona frekar augljósleikur. E4 kaup á D-num, biskup B4. Ég er på kaup en Vignir hafnaði, biskup B4. Og svo sem hótum ekkert að taka hérna, það kemur alltaf bara hrókur A8, drifur A2. Hótum kannski í stöðunni að leika A3 og svo taka. En að mótið ef við leikum A3 og þá er Róni að B2. Ef við tökum A7. Það er kannski engin bein hótun, það spurning hvað Sasha gerir núna. Mig grunnar nú svolítið að Vigni sé farin að tefla upp á tíman hjá Sasha. Það er bara 24 leikir, þið þurfa að ná hérna 40 leikjum. Það ég er honum innum svona. Þið þurfa að ná þessum 40 leikjum. Og þá fóður hálftími viðbót. Það er slatta leikjum í það. Sasha þarf að verjast henni ykkur leiki. Kannski ekki erfiðasta vörnin, en hann þarf samt að finna einhverja leiki svona akkúrat kannski núna held ég. Svona in the moment. Ekki mest spennandi skákin eins og er. Helgi Ás leika sem hrókur ESS leika móti Bárði hérna. Á hverju þetta D5 reynir að leysa þetta svona aðeins upp. Rittarinn fór á D7. Bárði setur á hrókin hjá Helga sem hörvar. Fer hérna eitt peð á D6. Helgi fara á móti peð á B2. Hrókur A til B1. Það virðir svona fljótt að lítið vera Helga í hag. Hvítur veikir svolítið peðastöðuna hérna með tvö veik peð hérna. Helgi getur svolítið valið hvort hann hörfi hérna G7 eða hvort hann vil á tempo hérna setja biskupna E5. Spyrir dróningunni hvort hún fer, en ég held að við viljum freka fá hann að riddar á E5. En kannski fer hann bara G7. Svo er riddar E5 að koma. Dróning A5, ég held að þetta sé betra að hvita. Nei, fyrir ekki svarta. Vil ég svarta eina sem að já, ég ætla að segja eina sem finnst haldi í væri að leika eitthvað skonar riddari D5 leika eitthvað tíman, en vandamáli við það kannski bara sniðugt að leika hér því að ef þú leikur riddari D5 eitthvað tíman þá leikir biskup E5 núna og allt í einu drókningin enga reit. Þannig að já, ef við leikum bara að leika þessu biskup G7 hvað ætlar hvítar að gera? Það er svo auðvitað að bæta svörtu stöðuna. Við getum, já ok, herrendur rónin á C5, neina þá ekki biskup F8, þetta er alveg valda óbeint. Ég held að biskup G7 sé mjög fínn leikur. Þetta er ekki Jóni. Og á tveimur ástæðum. Einu ástæðan biskup F8, C5 og hinn ástæðan bara biskup E5. Og annarkor þess að mann fellur. Riddari D5 tapar drókningunni. Hvað er þetta að gera? Það er Róni hérna á E4. Róni á A4. Ég held að þetta biskup G7 þessi staðan erfið hjá Bárði. Ég víst vel á þetta fyrir hönd Helga Ás. Sá hvað setur. Hann er svo lenka er að ná sér í hérna
Nægilegt spil fyrir peði. Við sáum að stöðu hérna eftir biskup F8 ef maður rétt. Kom A5 hjá lengur, reynir að svona hamla peðunum hann drottningavæng. Riddarinn hjá Hannesi Hörvar á A6. Þetta er E4. Reynir að setja meiri pressu. Til dæmis á D6 riddin, getur hoppað henni inn. Þannig að Hannes kemur í fyrir það. Tvívaldar hérna D6. H4. Já, þetta er hraustlega telt hjá lengu. H6, vill ekki hleypa peðun allalegið á H6 sem það hefði gert ef það hefði ekki leikið H6, þar sem að H5 setja á drótninguna. Hvítur hefði leikið H6 núna ef það hefði verið boði. En drótning E6 heldur valdi á þessum reit hérna. Og lengra leikur hérna G4. Þetta er mikil kraftatammerska. Er þetta peð onni? Það held ég ekki. Það er náttúrulega eitt í þessu að hrókurinn á hvítum er ekki valdaður. Þannig að við tökum hér til dæmis. Það hefur ekki eitthvað svona leiki. Þar sem að drótningur H kemur með skák. Hins vegar myndi maður ekkert líða vel með drótninguna hana, en ég hugsa alveg eftir drótningur G4 hafa lengi eitthvað annað í huga. En hvað? Kannski ég veit ekki, kannski er hugmyndin bara að fórna hérna. Eitthvað svo eitthvað, þetta er D6 líka, eitthvað slíkt. Fórna tveim peðum, bara hafa gaman. Ég sé allavega enga svona killer taktík. Já, það er kannski ekki vegi að fá smá ljós hérna. Það er svara að dimma hérna. Já, spurning hvað Hannes gerir. Hann er svolítið smeykur svona. Hann er ekkert að hann er peðið yfir, hann er ekki hrifinn af miklum útreikningum, hann leikur hérna riddur F6. Leitar að flækja það neitt. Býður upp á kaup og segist bara að vera peðið yfir. Sáttu við það. Já, þetta er samt. Það er svona eitthvað bit í þessu hjá hvítu. Það er alltaf aldrei alveg rólegur. En lengi svona með svolítið liðlan tíma. Kíkjum aðeins aftur á Hilmi og Dag og hann fór eins og ég bjóst við, hann leik hérna að finna 4. Lása hann nokkuð beint við. Drippið á E7, kongur finnur 2, kongur C7 og G5. Já, nú vaknar þessi biskup hérna. Við erum auðvitað með D7, þannig að þessi riddar á ekki gott með að reyfa sig út af hérna hrókur D7. Hvítur á svona nokkuð gott með að bæta stöðuna. Kongur hér, peð hér. Svona kapablanka regla hafa peðin á. Gagnstæðan litur biskupin. Og svo er þetta. Já, jafnvel ráðast átt að peð hérna. H4, það getur orðið veikt. Er þetta ekki kannski bara eitthvað aðeins betra hjá Degi? Hann er raun með þennan peðið meira hlutu hérna, 3 peð. Þessi hérna, gegn einu. Þetta er raun, gerir ekkert gagn, hvorki til sóknar í varnar. Þannig að kannski maður hvíti bara að fara að íta þessu peðum svolítið svona aggressíft áfram og reyna að nota þau. Og á sama tíma þá er meira hluti Svartsýn að 3-2, hann er svona ekki líklega til afreka svona alveg strax. Þannig ég ætla að tippa á Dag og standi bara betur hérna.
Hoppum aðeins aftur í Olgu og Hjörvar. Við erum með það hérna. Já. Það komur einhverja vendingar borðið frá því áðan. Skulum aðeins bakka hérna. Olga leik bishop f6, sáum það. Þá leik Hjörvar þetta a3 sem svona datt í hug, bara einfallega til að valda hann á b2. Þá gotur hann ekki a5. Bauð upp á kaup sem að Hjörvar þáði, hann drapa f6 og svo a5. Og hefur núna þetta blessaða biskupapar og kannski núna opnast möguleikar á að fara eitthvað þenni sig hérna kongsvæng svona þegar framlíða stundir. Ég hugsa að næsta verkefni hjá Hjörvari sé svolítið að taka stunguna úr þessum rittari d3-leik. Það er ekkert ofur einfalt. Þegar svartur á líka svona pirrandi leikir svo rittari b4, bara einfallega að sækja þessu peði hérna. Ég var svona að reyna að láta mig detta í hug einhverja leiki svona sem að stoppa þennan að því leiti að koma bara hróknum undan, reyna að valda þetta b2-peð. Svo þurfum við ekki að skipta upp á d3. Þá á svartur rittari b4 sem bæði situr á a2 og hóttar að hoppa henni inn á d3. Sýnist ennþá að kaupin á c5 eigi nú að henta svörtum þokkalega. Þannig að við skoðum ekki reyna að bæða dreif með hrók, reyna að leika d5 og dreif með peði til að fá hennar eitt. Eina sem væri hérna ef að Hvíti kannski næra að leika g4 tímanlega. Jafnvel að henda kongnum hérna. f2 e3, reyna svo að leika g4. Þetta er svona nokkuð þungskák, það er svona aðeins að kafa von í þessa. Sýnist Hjörvar vera að gera það, hann mun betur tíma sem hann mun væntanlega að nýta núna. Þannig við fyrir bara höldum bara sama rúndnum. Svona svo lítið gerst hann hjá Hennu og Gumma. Mér fannst þessi g4 leikur og svo hrókur e2 svona skrýtni leikir að Gumma. Það er samt þannig að það er erfitt. Gummi svona sjálfskákmaður sem ég átt erfiðast með að skilja hvað hann er að gera. Sem að getur verið gott, getur líka verið slæmt. En ok, hann er ekki b4 hjá Henni. Það kom g2 hjá Gumma. Kom g3 og aldrei hann að g3 raut sem að verið skefði kynna hann alltaf leika f3 og reyna að hreikja hann rittara í burtu. Hann verið ekki viljað drepa hér. Þannig að kemur rittarinn þá c6 og stendur vel ef hann er að drepa á b4. Líka veikt peð hérna, hann getur ekki leikið biskop d2, þetta er rittarinn d4. Við þurfum aldrei þetta svona, það virkar svolítið klaufarett. Svartur getur auðvitað bætt í hérna, bæði hér og hér. Þannig að hann draf ekki peðið kom g2. Sýnist mér að leika f3 og reyna að hreikja hann rittara. Fara svo í að bæta einn stöðu. Samt vofir yfir svona. Það er svona taktískir, hvað að segja, taktísk óveðurský yfir hvítu stöðunni. Drottning b6. Það spyrir hvort að snjóa bara úti. Já, spyrir hvort að Gummi hafi verið svona full hagfara hérna. Fyrir minni í Sasha, hann er komin í 2 mínútur. Það er full lítið. Og eftir með stíð fyrir að leika hann biskop a5.
Hugmyndin er einfaldlega að opna fyrir hrókin, þannig að ef þú drepur A7 þá drep ég á B2. Þannig að Vigni leik B3 sem að stoppa það, þá kom hrókur D8. Nú er leppun, þannig að ekki tíminn til að drepa A7 út af leppunni. Kongur E2 valda hrókin, þá er peðið allt í nonni. Þannig að Sassi leik A6, sjáum að hann ætlar að koma þessu peðum fyrir á hvítum reitum, H5. Capablanca reglan góða. Hvítir nefnilega losa sig ekkert það glatt. Þetta er leiðinda leppun. Hvítir er eiginlega þyngaður einhvern tímann í að fara í biskupa endartablið. Það er að segja leiðan leikur biskupum þá ætla Sassi vantanlega að drepa hérna. Og örugglega að loka svo búðinu bara. Og vandamælum hvítum er að hann getur alltaf leikið hróknum, þá er biskupur honni. Ef við reynum að fría hrókin, einu leiðin til þess að leika kongur E3, þá er einu leiðin til að fría hrókin að fara á D, þá kemur E5 og þá myndi leppunin telja. Þannig að mér sýnist að Vigni neyðist til þess á einhverjum tímapunkti að skipta upp, annarkvort gerir ekki neitt eða skipta upp í biskupendatablið. Og þá er bara spurning hvernig það er. Mín tilfinning er að það sé jafntefli. Peðin að hvítur reitunum standa, segjum bara til dæmis biskup C5 hérna, dreipið. Það grunar mig nú að svartur eigi að reyna að taka þessu F5. Það er reyna að leika F5 til dæmis, gísa þessu F5 eitthvað slíkt. Ég smá smiku við að hleypa kongnum hérna inn. Ég náttúrulega þarf ekkert að gera það. Eða hvað? Segjum við leikin F5. Drepi, kongur D4. Stoppum þessa framrás. Þá vil ég gera eitthvað svona. Við kannski, já, við líklega komumst ekkert. Já, við líklega vera hér. Já, við gerum bara svona, það er ekkert, það stendur betur hér. Hvernig hvítur að bæta kongin? Það er nefnilega standansi vel hérna. Og ég held að við séum ekkert svo glatt að lendi í einhverju leikþröng með svart hérna. Biskup hér. Og þó, skulum ekki, eitthvað svona. Hvítur á alltaf byggðleiki hérna og hóttar að fara hér. Kannski er bara að koma mér í leikröng. Það er eitthvað aðeins að passa mig. Já, líklega kannski liggur ekkert áleika F5. Við getum kannski bara beðið eins og staðan er. Já, líka G6 og D7 og svo. Já, líklega betra að bíða bara. Herri, já, þessi leikur er komin, sýnist mér, biskup B2. Að nú þarf Sassi að ákveða hvort hann geti farið í þessi kaup. Þetta er alltaf aðeins betra hvítan. Það er aðeins betra rými. Eftir kaupin kemst kongurinn til C4, hótar alltaf að fara inn á C5. En ég er ekki viss um að þessi nóg til að vinna. En Vignir er náttúrulega að stunda tímapressu líka. Biskup B6. Sassa vil ekki fara strax í kaupin. Allavega ekki á fórstandu Vignis. Vignir getur farið í kaupin núna. En nú býr hann allavega til svona einhverja mótspilsbæningar að fara hennan biskupinn á G1, bæði að ráðast á veikleikana og líka bara til að láta hvítan leika peðsleikin, svona eyða þessu tempóum sem hefðu getið komið sér vel í biskupendaflunni eða peðsendaflunni, já. Herri, okkur leist ágætlega á Helga Ásena. Hann lék biskup G7. Ákvað hrókur finnur til Davíði hjá Bárði. Og hrókur B8 hjá Helga.
Einfallega valdur þetta bjössupeð og segir ég ætla að drepa hérna F4 næst. Hvað ætlar að gera í því? Þá ætlar líka að drepa A4. Hvað gerir Bárður? Hefur 11 mínútur, 23 leikir búnir. Það er ekki gott að segja. Held mig við það að Helgi stendur betur hérna. Ferum okkur við Hannes og Lenku á svolítið að þennja sig. Eftir riddar F6, þá drap hún á F6. Drottnir riddar D2, allar með hinn riddarinn á E4. Það er náttúrulega voni hérna á G4. En á mótið hefur voni á B7, þannig að það gerist hérna. Hannes tók á G4, Lenka tók á B7. Riddar fór hérna á B4. Og einhverjum tímapunkti verður hvít ræða tíma sem er hóttirinn riddar C2 ansi sterk. Fyrst kom þá riddar 1-4 og verður með að tíma í drókninguna því riddar C2 kom úr D2 setur riddara sem drókningi getur ekki valdað. Þannig að drókningi E6 og Lenka á leikinn með 6 mínútur eftir á 16 leiki. En að sjálfsögðu viðbótartíma, þetta er ekki eins og í áskorunarmótinu. Bíðum nú hæg, er Lenka að lenda í einhverju vandræðum með þessa drottningu. Segjum til dæmis að við völdum hérna C2-riðin. Getur ég reynt að vinna þessa drottningu? Hún drapa A7, já. Það var að skipta mér. Grunar nefnilega þessi svona mjög vinna litla drottningi sé í vandræðum. Getur hann ekki hér ef hrókurinn var ekki á C-num, þá átti drottningin ekki reyti. En hérna getur hann bara C6. En svona líður ekkert vel. En Lenka ákveður að drepa hérna á A7. Það er náttúrulega þrátt með skiptamönsfórna því að við getum skákað hérna á C2. Vantar að koma úr D2, drepa aðeins með hrókudröpur. En Lenka þá allt í einu að skipta eiginlega væng sko. Hún er búin að vera með einhvern byrjaði svona með einhverju pressadrottningavæng, fór svo að þennja sig á kongsvæng með konginum í borðinu. Og nú sýnist mér hún alltaf fórna skiptamun. Úps, hvað er að gerast? Sýnist mér hún alltaf fórna skiptamun. Og treysta á þetta A-peð. Þetta er áhugavert. Sjá hvað er að gerast hér. Já, svona. Já, fylgjum skrátt með þessari. Hilmir og Heimir, þar voru okkur að fara að lítast ágætlega á dag svona, hljótt að liti. En Hilmir leikur hann hrókur B8, gefur sterklega til kynna að hann ætla að leika henni B5. Æðast af með þessi peð. Og það er alls ekki vitlaust ef hann er að leika B5 og svo B4, þá allt í einu opna svona ýmsa leiði fyrir riddarann. Þetta er E4 og peðin svona farið að vera fljót. Spurning hvort að Dagur í einhverja leiðir hérna til að sporna við þessum B5 leik, sýnist ekki fljótu bragði, en spurning hvort hann að þennja sig eitthvað sjálfur á móti. Til dæmis E4, E4 kannski snemma fyrir henni. E4, B5, drepi, kongur F3. Gæti kannski telt einhvern veginn svona, ég veit ekki. Bara spurning, kongur F3, þá var þetta peð. Eitthvað svona. Það er svart rauða tími og valdi hennar riddara.
Hvítur getur verið fljótur á stað hérna. Þannig einhver biskup G2 ákveður að ná einhverju valdi á þessu reit hérna. Spurning hvort að biskupin standi betur þarna, ég er ekkert alveg viss um það. Þannig allavega, já, ég er nokkuð sem að hérna kemur B5 hjá Hilmi. Líklegast alltaf. Förum aftur í Olgu og Hjörvar ákvað að hrókera hérna, stuttrákun. Þá komum sér rittir að láta sér inn á D3. Og þá fóðu yfir núna ansi marga leiki. Kannski getur hvítur lifað með þessu peði þannig á D3. Virkar ansi óþægilegt þegar biskupinn setjum ekkert svo glatt á hann. Hann getur líklega bara verið hérna. Leikir svo H5 bara ef þarf. Það er minnst ólíklegt að það getur lifað með þessu peði. Þá þurfum við að valda þetta peð á B2. Öllum líkindum. Ekki nema að liðum drápa hérna að drepa svo á B7 á móti. En hins vegar er leiðilegt sko hvort sem við völdum þetta eða segjum að völdum eða hrópum D annarkvort. Þá kemur kannski bara riddari B4 og setjum á þetta. Almenn leiðindi. Þannig gæti við kannski skotið inn í biskup D4. Samt ekki sko, hrópum G6 ennþá onni. Þetta virkar svona full passitilega hrókur A1 og gefum til greina kannski að leika bara biskup H3 núna af því við höfum ekki hrókur F2. Hinn möguleiki væri að leika kannski biskup C3 hérna. Átt að drepa D3 vantarlega. Þannig að við höfum ekki tíma í biskup H3 held ég, biskup D3. Það er svart að leika hróksleik sem eru allt í lagi og hóttum að drepa A2. Ja, þetta er svona gamla góða dýnamiska jafnvægi, einhver segja það. Og þetta er staðan. Ég held að sé með það hérna líka. Setja bara riddari D3 og sérstilegur. Þannig sýnist þess og, já, Hjörvar þurfa að tefla þetta svona vanda til verka. Og já, svartu stendur bara síst lagar, myndi ég halda. Hoppa upp hérna aftur, Héðinn og Guðmundur. Þar ákvað Guðmundur eftir dráttinn B6 að drepa B4. Sem hann hefði nú getað gert strax líka. Þannig verður þetta C6 núna F3. Er hann að hugsa ykkur á tempóvinninga hérna. En hún er bara að vera yfir að svartur gæti í einhverjum tilvikum fara að hugsa að fórna bara F4 til að opna fyrir hennar biskup sko. Það er kannski full mikið. Nei, ætla þurfa nú ekki eða tími að höra með mér riddara eða hvað. Mætti ég drepa D4? Hvað er að gerast þar? Ég drepa D4 og kemur þessi bara biskup E3. Sýnist manni. Þetta er B4, hef ég þá tíma til að drepa hérna?
Eitthvað svona. Hrókutröpur. Það verður svona ekki að vera nægilegt spil hérna. Gensuna veislan, segir Dóni. Sýnist hvítin á nokkuð öðla hérna blokkeringu, hvað sé það með biskup eða riddara, til dæmis biskup eða 3. Og já, svona að halda aftur á þessari skálinu. Þetta er DSS líklegast, hann leikur því. Þá var maður reynd að spá hvort það kæmi ykkur. Það biskupin kemur loksins út hérna með tempo og biskup finnur 4. Nú er þetta Ronny E2 og svo D4 kjölfarið. Já, þetta virkar svona aðeins stælir að svartan. Svona í fljótu bræði. Með svona óþægilega pressu á þessum peðum og þessum ritum. Eru Dómatúk komin hérna nýri? Já, ok. Hann á enga tíma eftir en staðan virkar nokkuð auðtefnilega. Eftir biskup B6 þá lék Vignir H3. Það eru kaupa D3, kóngur reynir 7, finnur 5 hjá Vigni, reynir að ná í rými, biskup C7. Þetta er ekki hægt að valda, hann er verið með leika gunna 4. Þá eru kaupa F5, kóngur D6. Aðeins betra hvítt, en er það nóg? Til dæmis Sassi hefur vantarlega þurft að reikna hérna biskup A3 skák. Allan hafi þá ætlað að gefa þetta peð. Virkar hann samt smá siki. Kannski er þetta bara allt í lagi. Kóngur E4, biskup E5. Og hvíti kóngurinn kemst ekkert út af þessari pressu. Svartur kannski leikur bara biskupinn fram og tilbaka hérna á skálinu og heldur jafntefli auðveldlega. Af þeim sökum lék Vignir kóngur Einar 4. Þá kom biskup Davíð 8. Hvað gerist núna eftir biskup A3? Sýnist mér svartur verða að leika C5 hérna. Það sem að kóngur D7 svarar með biskup F8 sem er leiðilegur, það fellur peð hérna. C5 verður þá þynga. Kannski heldur þetta bara líka. Af því að leiður hvítur leikur kóngur D3 til að fara C4, þá leikir bara kóngur D5 og þá kennst ekkert meira áfram. Og ég má örugglega leika, ef sagt eftir leik, má ég örugglega leika A5 bara til að stoppa B4 og gera ekki neitt. Biskup fram og tilbaka. Spurningin ef að hvítur myndi kannski snúa við hérna. Já, það er tvennt sko. Hvort það getur leikið B4 og hvort það getur snúa við. Biskup C en F4 eitthvað leiðis. B4 til dæmis. Hann kannski bara ekki að B4. Biskup C5 eftir vill. Og svartur einfaldartafli. Það má alltaf alls ekki leika C4 út af B5 skák. Það má alls ekki drepa út af þessum ennþá. Þannig að biskup B6 verður þyngað. Þessi smá hérna smá pressa, ekki mikið. Hóta kannski G5 hérna. Það má vera að ég geti varist eitthvað svona. Allavega, svona sjá hvað er að gerast hjá þeim. Kóngur E4, biskup D8, þá kom kóngur D4. Þetta er komið. Sassi á leikinn.
ætla að fá þetta upp aftur hérna svona. Eða þessar variantum hérna, fá þetta bara eins og þetta hreint hjá mér. C5 leikir. Sasa þarf að taka svolítið, þetta náttúrulega svolítið strategi en hún kemur að koma C4. Ok, kongur C6. Sasa vil meina lenda ekki í leikþröng, en gott að segja það. Kannski reynda þar nú ekkert að leika kongur C6 þar sem að hvítur hótar ekki þessu. Hins vegar þarf hann eiga svara á reiðum höndum við biskup A3. En Sasa þarf að taka þessar ákvarðanir núna. Hann á 3-4 leiki eftir ennþá. Það þarf að taka svolítið mikilvægar ákvarðanir svolítið hratt núna, sko. Sem hann hefði viljað, já, hefði nú viljað eiga meiri tíma fyrir þessar ákvarðanir. Alla saman. Til dæmis spurning hvort að hvítur megi leika G5. G5 teki G4 F6. G4 F7. Til dæmis þá þetta nú stór hættulegt að fara að stað með þetta peð hérna. Ef svartur fara að stað hérna, þá kemst ég nú hérna, já. Jú, hann getur þetta bara að fara í kapphlaupið, já. En hvítur fær drottningu undan og það er ekki gott. Getur byrjað að skáka ekki staðar og jafnvel tekið þennan. Þannig að maður hefði haldið að biskup E7 var í leikurinn og þá kemur þessi. Og þá næ ég akkurat að stoppa þetta peð. Þannig að G5 getur verið hugmynd. Hérna hefur við í 37 mínútur, þannig að ég held að hann eigi að nota tímann svolítið núna ekki flytja sér of. Heldum áfram Helgi Ás, fannst mér með góða stöðu eftir okkur B8 og biskup Gunnar 4, já. Setur hann að pressu á D7 rittarann. Biskup finnur 8. Já, ég var ekki bara að sjá hann biskup G4 leik. Ég gleymdi honum. Ok, drottningin hörfar eitthvað. Hvernig ætlar Helgi svo að valda þetta? Líka bara reytar F5 áttalega. Eitthvað svona, drottning D2 reytar E5. Svartur stendur betur, búin að valda þetta hérna. En þá veikleiki hérna. Hótar taka hér. Já, hótun ekki hótun. Já, ok. Sýnst þetta að vera allt undir kontról hjá Helga. Hannes og Lenka. Þar kom þessi skiptuminnsvörn og Hannes náttúrulega þáði hana. Auðvitað að setja skák. Rittar bara A1. Hrókar bara A1. Finnur 5. Hannes skiptum henni yfir hérna. Myndin fór G3 á. Svolítið passífuleikur. Ok, valdar H5-peðið en já, þetta hlýtur nú að vera eiginlega unnið tafla svarta. Skiptum henni yfir. Biskup er ennþá svolítið langt í að þetta vera hættulegt. Þessi rittur alveg valdaðar. Rittar er svolítið út að aka. Það kom F3. Drepið. Og hrókur drepur A7. Hannes ætla bara að máta. Drottning A7, drottning B3. Gefur henni mann hérna. Og þá verður allir 3 svörtu mennir að taka þátt í sókninni og þetta er einfallega bara mát hérna í 2, það er engin, já, hann á enga reyt hérna. Þannig að þetta var yfir, biskup B4 skák, sé enga vörn í fljótu bræði. Sýnist Hannes verður að ná hérna í fyrsta vinningin á Íslandsmótinu í skák 2024. 13-faldi Íslandsmeistari karla virðist vera að leggja 13-faldan Íslandsmeistari kvenna. Ekki nema Hannes voru 14-faldur. Ég var nú bara að týna tölunni. Allavega 13-faldur. Ég held 14. Kannski einhver sem manda spjallinu. Já, þetta virkar nú bara búið. Ég spáði því að þetta verið fyrsta skákin að klárast. Hilmir og Dagur.
Já, eftir byssu getur þá hætti Hilmir við hérna þessa B5 framrás, líkar okkur háata og segir að þú fórst úr leppunni, ekki leppunni, fórst úr blokkeringunni og nú ætlum ég bara aðtöga hvernig þið finnst ef ég fer að leika háþrjú. Það reyndar að PC getur verið ansi veikt. Nú hlýtur Dagur eiga þenni sig og líka E4 eitthvað slíkt. Gæti náttúrulega spurt Svarta hvað hann sé að gera og leikir biskup H3. Svart bara vilt jafntefli, fara tilbaka. Ekkert af því. En er eitthvað að E4? Er eitthvað some tactical problems? Þetta veikir svolítið þetta beig kannski. Nú er eitthvað svona. Og kannski gera eitthvað svona og svo getur komið eitthvað svona leikir H2 og H4. Það er kannski ekki alveg ljóst. Ok, það er kannski ekki alveg fritt spila að leika E4 en það er svona fristandi að fara þennan sig með því að leika E4 á einhverjum punkti. Gott og vel. Það virkar nú einhverju svona dýnamísku jafnvægi. Olga og Hjörvar ákvað að drepa D3. Ég spurði nú hvort hann gæti lifa með þessum peð á D3, ég var ekki alveg viss. Hann ákvað að gera það og leikurinn þetta er B5. Þá kom D5 hjá Olgu sem að segja bara ok og drepur allir drepa hérna. Ég sko D2 og hérna fór Olga í skiptumöðsform. Hún drap á C4. Hún er að segja hérna þetta peð mitt er ansi sterkt. Sérstaklega út er bara A5 þá ertu ekki með svartenda biskup þannig að ef ég valda að uppkomi reyndin einhvern tímann þá hótaði ég leika D2. Hrókur sérst til einrein. Hrókur B6. Þetta er svolítið svona oft á tíðum elementi hjá Olgu að vera svona krafta þamennsku. Hún teflir oft mjög djart. Nú er spurning hvað drittarinn getur farið. Það er hún hérna B2. Getur farið D4. Getur líka leikið hrókur E5. Og svartur líklegast að eða tíma G6 sem að eigð og ekki. Líklega bara leikur sem við vil leika. Og hvernig til dæmis eitthvað svona. Það gæti ég G6 eitthvað slíkt. Eina sem svartur þarf einhvern veginn að laga er þessi riddar hérna. Ef svartur er að laga hann riddar þá held ég að svartur standum bara betur. En ok, ef við ígjum þetta alveg, hversu hættulega er þessi PS svona? Líklega ekki nóg. Geti kannski unnið tempo hérna, geti ekki, já. Hóta máti hérna, þannig að svartur þarf að eiga tíma. Segjum bara leiki hásast að leika einhverju. Eitthvað svona. Ef C2 þannig að brokkeringu. Ef D2 þannig ekki líka bara hrókur D og komum sér ekkert frekar áfram. Og þó, þetta C4. Það er ýmislegt í þessu, ég geti til dæmis tapa hérna með kongur eftir, ég ætla að valda hérna reit og ég segi bara ok, C2. Ég held þetta rétt í skák hérna, en svartur allavega er að jafna liðið hérna, einhvern veginn svona, dreipur svo A2 og já, stendur líklega bara betur, eða ekkert líklega, þetta er bara betur svart. Ok, kannski full glanlegt að fara að hóla þessi rókana en svona sjá hvernig staðan er núna. Fáið hérna já, má sjá svona afsakið. Hrókur B6 er staðan og Hjörvar er að hugsa málið. Það er kraftur í þessu. Kraftur í kókomjólk.
heyrist ég hérna heyra raddir fyrir utan ég hérna uppi og skáksvælinu niðri. Ég heyrist ég heyra Lenk og Hannes, já, það líklega rétt hjá mér. Þeirra skák búinn. Dróning B3 og vantar að síðasta leikurinn bara. Má sjá. Digitron hér. Hvað með hérna? Já, má sjá. Dróning B3. Sýnir bara að vera síðasti leikurinn. Hannes Stefánsson. Hannes fyrstur á blaðina. Flottu sigur í honum. Lenka tælda krafti en hann svona náði að forrast að þurfa að reikna eitthvað svona ómikið og fann, já, bara fína leiðir. Og eftir þessa fórnina þá var hann fljótur að sjá það að kóngurinn á miðborðinu, hann hefði með þetta batteri hérna á elínunni, bara F5, íta drastlunum í E4, opna fyrir þungumennina, þessi lúrir, svo kom bara flott fórnina eftir og kom bara hrótur bara Asju og dróning B3. Vel gert hjá Hannesi. En já, kíkjum aðeins á menn sem eru í hólkandi tímarækki hérna. Sasha, já, hann búinn að ná ferðastaleik. Við sáum þetta hérna, kongur C6, þá lék Vigni Biskup C3. Þetta gæti endað í einhverju svona góðsælan kendri leikfröng. Hérna til dæmis Biskup B2, lúrir hérna, setja hann á A3, stíða þetta á A4. Það svona gæla við það að ná þessum tíma. Ég þarf nú aðeins, ég ætla ekki að taka pásu, ég ætla samt á klósetti. Þannig ég ætla að skilja ykkur eftir hérna með Hjörvar Olgu svona rétt á meðan. Hjörvar hugsar. Já, það má sannarlega segja skjótt skipist veður í lofti hérna. Þegar umferðin byrjaði þá var nú bara ágætis veður. Ég segi nú ekki að hafa nú ekki kannski sól en svona ágætlega hlýtt og eitthvað. Nú bara snjókoma og bara búið að fenna hérna yfir Hlíðavöllin. Eiginlega eins og að leggja sig hérna í Mosfellsbænum. En Hjörvar hann nota mikið tíma hérna og býtur nú við, hann bara komið verri tíma. Já, hún þetta spyrir hvort sé í fangaklefa, þetta nú svolítið svona drungalegt svona. Það lítur nú betur út hérna ef ég sný hérna í ykkur aðra átt.
En ég er hérna á skrifstofu, þetta er alveg ágætis aðstæða hérna. Hjörvar virðist nú ekkert sáttur með gang mála hérna, hann tekur svo góðan tíma. Og leikar okkur F5, ja. Hann leikar okkur F5, já, þetta er komið. Biskupinn fór að G4. Það er komið. Nú hótar svartur að líka D2. Þannig að vill Hjörvar leikar hann okkur D5. Hann leikar okkur F2, stoppa D2. Stoppar og ekki stoppar. Nú var svartur til í að einhvern veginn að koma sem riddar í spili hérna á C4-reitin. Það virkar nú nokkuð spennandi og fara, já, Örstuð og Helg og Bárð. Já, þetta gerist ekki, þannig komin villa. Ég þarf nú að skjótast að laga þessa villu hérna. Það er svona DGT-villa á einu borði. Nokkuð augljós. Þannig að við förum, skemmtileg skák hjá, eins og ég sagði, hjá Olgu og Hjörvari. Þannig að við skulum bara hafa hana. Það eru líka tímar ekki. Það er skottast niður og laga þetta hjá Hannesi. Nei, hérna Hergáls. Mættur aftur í fangaklefann. Búin að laga þetta. Já, svo okkur F2. Olga hugsa sig og svo láta þetta sér í hug hvort að verði einhverja fórnil, koma rittarinn á C4. Ekki hvað að segja. Förum í Héðinn og Guðmund. Virkar nú nokkur veginn jafnvægi hérna. Biskup E2 leikur, já, hjá Olgu eldsnögt hérna. Eftir þetta er D6 á drap Guðmundur á E8. Biskup E3. Valdar þetta, svartur fær betur tilbaka hérna. Þetta er bara B4. Biskup F2. Þá kom A5. Dróttin B1. Svartur fær hérna hvítarðarbiskup. Þetta virka nú. Já, ég ætla að segja að virka nú þægilega svartan hérna endurtakaði leiki. Rókur E8, dróttin C2. Hérna getur svartur leikið Rókur C8, má segja. 2009 leikur, Rókur C8.
31. Hrókur 7-8. Hann gæti græfast í allafist núna. Jónti sagði að mögulega verið biskup E2 leikur já, hún leikur því, biskup E2 hörkuleikur, hótar D2 stöðunni. Við sjáum að svartar ætti leikinn hérna til þeim sér að þá kemur D2 og meðum skilja þennan eftir onni það sem að við fáum drottningu. Það var spurning eftir biskup E2 ef við leikum leik eins og hrókur D5 þá getum við kannski bara dreipið hérna við getum kannski dreipið á B5, hrókur B5, D2 við erum að stoppa drottninguna að þá svartum við 2 menn fyrir hrókin og hérna spurningin er þá hvað hvítu nær mörgum peðum hérna kannski bara engum biskup betur hörkuleikur stendur Olga kannski bara betur hérna geti kannski ekki, nei þetta er að sé þrjú kannski bara engin leikur já ég segi nú ekki sé engin leikur þetta er að sé þrjú hrókur B2 hér náttúrulega völdu við D þannig að D2 gengur ekki lengur hvað er að gerast hér þetta eru réttur er ég að missa eitthvað augljósu nú er ég farin að láta mér detta í hug eitthvað svona eins og Ortuetta Sans hvort það sé eitthvað svona eitthvað superfortni, nei, hann er bara með riddara það kom ég að algjöra þvælu þannig ok, biskup E2 er ekki riddara síður einleikurinn sjá, þetta lítur hér er hrókur D5 komið, nei biskup E2 sjá, eldsnögt biskup E2 er á borðinu fáum þetta aftur hérna bara einu sem vantar hann hjá okkur er klukkan og ég get sagt ykkur að Hjörvar á 2:40 og Olga á 4:12 Hjörvar á 2:30 Olga á 4 mínútur hann leikur þetta að sé þrjú hann er komin á borðið hvað gerir Olga þá þetta er gríðarleg pressa sem að Hjörvar undir hérna það er enda Ronja á A5, glemum því ekki ég glemdi því á hann á hrókur B2 sem ég leika á hann þá hvítur með að segja hrókur A5 þannig að þar svartræði að tempo núna ég leika riddar í C6 mögulega til dæmis hér hrókur hér já, hrókur hér gerir eiginlega ekkert gagn þá kemur bara kongur F7 þannig að spurning hvert hrókurinn fer hvítur gæti kúplast út hérna jafnt á peðum onni hérna kannski var onni hérna eitt hérna áðan líka kannski reddast þetta bara og sjá hvað Olga hugsa hérna þá sýnist mest að spennan vera þarna það er alveg spenna hjá Dei og þeim líka þeir eiga aðeins meira tíma virðist þeirra tíma rækja Helgi Áss á þeim líka en Helgi virðist nú vera í góðum gýr
Héðinn tók jafnteflinu fréttir á móti Guðmundi, hann endurtók leiki, hann að jafntefli hjá Guðmundi og Héðni. Við erum núna í skákinni hjá Hjörvar og Olgu sem er æsispennandi. Og Olga á leikinn hérna eftir riddari C3. Við fáum þetta upp hérna þess að við getum hérna valdar hann D1-réttin, þannig að D2 er ekki lengur hótun og hvítur hótar þessu riddara hérna. Ég lét mig þetta í huga riddari C6. B2 virðist vera of mikið. 1 mínúta eftir hjá Olgu. Nú hlýtur að fara að koma leikur. Skal bara hafa henni mynd. Hún lék einhverju drap á B2. Hún drap á B2. Hleypur öllu henni bál og brand. Hvítur gæti mögulega að drepa A4. Ég er ekki viss hvað mikið vitið í. Það er onni á A5. Spurning hvað hann ætlar að gera þar ef hann ætlar að drepa hérna. Þetta er hrókur B2 eins og lék ef að hér til dæmis drepur á A5, hvað er að gerast þar? Hvað er að gerast hér? Það er B5 bara. Nei, það er mikið. Já, kannski. Nei, það er mikið. Maður er spettur með rók, sko. Gæti komið eitthvað svona, en hérna kem ég bara tilbaka og róku D2 er eitthvað slíkt. Það er mikið. Hjörvar drap á E2. Það náttúrulega virkaði frekar safe líka. Hvað ætlar hann að gera þá? Hann er búinn að drapa á E2. Hvítur er hróki yfir í stöðunni. Gætu við leikið hróktur C3. Nei, það er mikið. Já, því að hvítur bara með tvöfaldar hróka hann þarf ekki að. Nei, er þetta ekki bara fjara út? Þetta virkaði ansi skemmtilegt. En nú sé ég bara ekki hvað Olga getur gert. Hún þarf að finna ykkur súperleiki hérna og ég bara sé það ekki. Finnst hún leik D2. Hjörvar drepur náttúrulega með E-hróknum. Það var spurning, er svartur nægilega tímana til að fá spil? Við erum með skákum á B1-um með hugmyndinni að drepa á F1-um leika B5. Það er líklega að hægfara. Og leiðilegt í svona kritísku stöðu að svartur fáir henni ekki tíma til að hugsa málin. Líklegast var vandamálið alltaf að þessi riddari hérna á A5. Þessi riddari á A5 náðu ekki að taka nóg mikið þátt í þessari peðaframrás. En nú tala ég eins og þetta sé búið, mér sýnist það nú samt, sko.
Þetta byrja 15 alla daga nema síðast umferðin. Ok, hún fyrir með hrókið tilbaka. Ég sá ekki alveg svona hrókundur úr F-inn, kongundur úr F-inn virkaði svona of einfalt. Reynir að halda ykkur lífi í þessu. Skiptaminn, hún er með peð upp í skiptaminin. Spurning hvort það dugir til. Hvað eru konum margar leiki hérna? Þetta er 30 annar leikur. Þetta er bullandi tímarhag sko. Rokkum hérna örstu utan milli skákana sem eru tímarhagi. Helgi Ás og Bárður virka nú já þó vorum með þessa stöðu hér. Biskup G4, Biskup F8, dronningin hörfaði Ritter F6, ég held nú hann alltaf að fara á E5 í þessa stöðu. Hann fór á F6 og það er kaup og nú F4, hann er líka F5 G4 svartur með parið og vinnur peð. Hann hérna Ronny á C5 og Ritter í E5 D5, Ritter í D7. Bárður er að reyna að komast í endurtaflum misluðu biskupum, vill drepa hérna á F8. Svart þarf náttúrulega líka að koma F Ritter F6 skák. Þannig að Helgi reynir að hanga hérna okkur umframpeði, spurning hvort náðu því. Það er líka mikið tímarækjana hjá Hilmi og Degi. Þar er búið að skiptast upp, biskupum út af rók. Hljótubræði virkar þetta betra að hvíta mig. Það verðist geta sótt að þessu peði hérna þegar framlíða stundir. Og eins og ég sagði á hann, þá virkar svona þessi frípeð svolítið helluður heldur en þessi 3.2 Hilmi. En aðalskákin svona altímar ekki virðist vera hérna að lenka á afsakið, Hjörvar og Olga, ekki lenka. Hjörvar samkvæmt þessu á, já, einhverja sekundur eftir, 20 sekundur í að leika. Hann á ennþá leikinn. Hann þarf að fara að leika fljótlega. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hann er að leiki þessu alveg á lakkinu. Hrókur sér í hann býr nú hægir. Hérna segir klukkan 30 fekk hann viðbótartíma þarna. Býr nú hægir, fell hann tíma. Má það vera? Féll Hjörvar á tíma? Hvað er að gerast? Þau ætla að taka saman hana. Mér sýnist á öllu að Hjörvar hann hlýtur að falla á tíma, hún er ekki gefið þetta. Kóngarnir er á hvað, E5 og D4 eða ekki? Hrókur sér er ekki þá leikur sem að gildir ekki. Undur og stórmerki, krakka mínir. Féll Hjörvar á tíma í stöðunni. Stöða sem eru antalega mjög vænlega ef ekki unnin á hann. Mér sýnist kóngarnir vera á D4. Ég ætla að stækka þetta hérna. Ég sé ekki betur en að kóngarnir sé á D4 og E5. Þetta eru undur og stórmerki. Stórslýsjan hjá Hjörvari í fyrstu umferð fellur á tíma gegn Olgu í annars spennandi skák en hann virtist vera búinn að ná yfirhöndinni og já, að vera að fara að sigla þessu heim. En já, ég er ekki búinn að fá þetta staðfest. En það er nú eiginlega bara að gera það.
Það er alveg magnað. Fáum þetta staðfest fljótlega, við skulum sjá bara eldsnögt að það er tímaræk hérna. Kongur 7-8, já ég hugsaði Hrókur Háir, hann leik því hann dagur. Þeir vantar nokkra leiki hérna, Kongur 4. Hóttar að vinda P, þannig að Hilmi fyrir mótspil, þetta er D3. Hóttar líka rittari hérna F2, þannig að dagur valdar það. Valdar P og F2-rittin. Og undirbýr kannski núna að fara að leika ykkur. Já, það er komið hérna úrslitin 1-0 hjá Olgu, það sést 0-1. Þetta er magnað. Þvílík vending. Hjörvar hefur vist að falla á tíma. Ég skildi ekki, það voru 33 leikir og klukkan sagði 30. Það sem gerist og fellir á tíma, þá kemur viðbótartími. Þannig að ég skildi ekki takk hann kom og einu skýringi var að Hjörvar hefði fallið. Og það er bara það sem gerðist. Klaufalegt í Hjörvari. Það var búin að standa af sér hérna kraftataminsku hjá Olgu. H3 hjá Hilmi. Það reynir að smíða sér eitthvað mótspil þarna þegar ég að, cirka mínúti eftir báðir. Já, Jón Tór hissa á sig ég líka. Þetta var virkilega klaufalegt. Helgi Ás og Bárður, þeir eru líka að berast tíman. Biskup G7, þetta er B6, Hrókur 1-7 hjá Helga, valdur þetta peði hérna. Þá dreipur með peði, F3 og C3. Og valdur hann þetta. Helgi virðist að taka vel til hérna í stöðunni hjá sér. Biskup C6, hann hengur á umframpeðinu og biskupparinu. Það sýnst þetta að vera vel telt hjá Helga. Ok, biskup D4 kannski búið verið yfir eða hvað. Já. Það er Lead langt eftir á. Já, þú ert á Lead Official sko, það er 15 mínútur delay. Það var spurning hvort að hangja þessu. Hilmir og Dagur hoppum aftur að það. H3 okkur rittari D, undirbýr að taka. Hilmir fyrir mótspilið, B5. Hérna ætlar. Já, og þó. Hérna er einu vending. Ef að við tækjum til dæmis hérna H3. Getur bara A4 og já, ég segja F5. Kongurinn tímalega, segjum að kemur eitthvað svona upp. Þá kemur rittarinn með B2 við rétt tækifæri og A3. Þetta er þekkt að rittarinn hann ræður ekki við þetta peð hérna. Já, hérna, já, málið með Hjörvar, hann hélt ekkert að hann hefði náð leikjunum, hann fjall bara tíma. Þetta var í 33. leik, sko. Hann var ekkert að rugglast neitt, hann bara fjall tíma. En það var vissulega atvik á Reykjavík Open þar sem einhver hélt að hann hefði náð 40 leikjum en gerði ekki. Ok, Hrókur Hálfur var ekki komið, þannig að þetta er síðasta leikur. Við skulum bara fá réttu leikina hérna. B5 þetta drepi. Já, náttúrulega, ég var klauðið þegar ég drapið náðan, hann hefði náttúrulega vrónið í F4, þannig að Hvítur hefur ekki alveg tíma strax. Kannski byrjar hann á F5. Kannski byrjar hann á F5 ára hann drefur. En, ok, eitt auðvitað trikkan fyrir svartan, en finnst samt eins og þetta sé hættulegt fyrir svartan. Hinn skal ekki vera Helgi Ás, virtist vera með þetta undir kontról. Já, það eru komnir hérna. Virtist vera með kontról, sagði ég. Hrókur D3 að leiki. Og þeir ná tímamörkum eftir biskup F6, biskup D4. Helgi ákveður að halda í biskupparið, biskup C3 og svo leikur hann E4.
Hvað er hann að gera hér? Þá er það jafnt á peðum. Ef ég leikliði með strókur E3 kemur þá biskup G5 og svo E3 í kjölfarið. Og ef ég drep þá ætlar Helgi bara að drepa á C3 og drepa á E4 og vinna, segist alltaf að vinna það. Kannski hrókur B4 og hann í hérna. Já, Gummi og Héðinn tóku hérna endurtóku stöðuna þrisvar. Það er rétt hjá Arnar. Hann vofði yfir hann áðan. Allavega, Barður og Helgi eru bara á tímarkunum. Þetta er komið svona biskup C3 og E4. Þekki Bár rétt að minna hugsa núna í svona allavega korter eftir E4. Þannig að Hilmir og Dagur, já, það komið 40 leikur líka. Hann leik F5 með mitt og þá vofir yfir að hann fara að drepa hérna og leika G6. En hvað er þetta eftir kongur D7 til dæmis? Kongur D7 ekki, þá kongur D2, nei, hefur ekki tími það. Kongur D7 drepi A4 G6 drepi kongur E6 eitthvað slikt. Er ekki svartur bara með betra, segir Arnar. Múlutín. Ég veit ekki, kannski. Hann getur búið til fríbygg kannski báða vengjum, ég veit ekki. Nei, but ok. Þetta er alveg hangir á blóðþræði. Hvítur er að setja, já, fara svolítið ólinu á þetta fríbygg á G-línunni. Getur notað kongi með því. Það þarf að móta að passa að hann dreipar ekkert tíma hér að svart dreigi ekki rittar til betur trygg. Það eru komið 3 úrslit. Fyrsta skákin að klárast var Hannes gegn Lenku. Hún endaði svona. Já, ok, ég skil, já. Arnar segja hann hefur tekið stöðu dags. Já, þetta er kólinu hérna hjá Hannesi. Ef það drepi hérna G4 þá kemur biskup B4 skák okkur er mát. Þannig að Lenka gafst upp hérna. Það var svona fín skák hjá Hannesi. Svo var samið í Héðinn og Guðmundur Héðinn. Ég er sammála því, þetta virkar nú þægilega svartan. Ef hann er að virkja hann að hvítita biskup einhvern veginn, það virkar svona eins og séu meiri hólur í hvítastöðunni. En hvað segja, bara þetta með þetta svona nokkuð jafnt hérna. Maður byggir á því svona örstutt. Og svo kom, já, og vonandi tíði dagsins að Hjörvar Steinn féll á tíma við vantarlega unnitafl gegn Olgu Brodnikovu. Nú er þetta Íslandsmeistari kvenna lagði fyrrverandi Íslandsmeistari karla hérna óvænt. Góð byrjun fyrir Olgu, fyrst skipti sem hún tekur þátt í landsliðsflokki. Og hún, já, erfitt prógram. Hún fekk svartana á Hjörvar og morgun fær hún svart á Héðinn. Þannig að það var nú ekki ólíklegt hún hefði byrjað bara 0-2. Það er bara nánast eðlilegt. En hún kemur svo sannarlega fyrir það hérna með þessum óvænta sigri. Þetta var samt skemmtileg skák og alls ekki ljós hvað var að gerast. Með Olga tefla krafti og var svona alveg að taka mótorn með mittaflinu. Nei, það er spurning í lokastöðinni. Ég held í lokastöðinni að hvítur sér komið með svona kontról, en ok, svartur er alveg með mótspil. Það sem er erfiðast er þessi B-vitans rittari hérna á A5. Það þarf að laga hann einhvern veginn. Kannski höfðu bara tímileika rittari í C6 B5, ég veit ekki. Það virkaði eins og hún væri með svona, við förum aftar í miðtafli og það er mjög vænlegt hérna. Og spurning hvort hún þurfa að forða þessu skipta með hlumis. Svo þessi D5 leikur engu veginn þingaður. Bara spurning hvernig þessi stað er hlumis. Men þetta var mjög dýnamisk skák og örugglega gaman að skoða þetta eftir á svona. Það er með meiri tíma. Ýmsir möguleikar og eiginlega svekkjandi að skákið sitt heldur svona miklu tímar ekki. En allavega, klaufalegt hjá Hjörvari að falla tíma hennar. Hrókur sér er sérst ekki
leiki, það ekki löglega leikur út fallan tíma, skákin búinn. Það hrókur B4, þetta lokastaðan. Það að laga það eftir. Kíkja hans á Vigni, hann var að reyna að svíða hérna. Fór í eitthvað ringi hérna. Biskup A sáum þessa stöðu. Og Biskup D8. Þá kom A4 og vantarlega hefur Sassin á þessu tíma hérna, en hann komin aftur niður 23 mínútur. Vigni leik Biskup C3 og hefur klukkutíma. Kóngur D6 og þá kom B4 hjá Vigni. Og aftur hugmyndin að þú tekur hérna og þá kemst ég inn. Biskup F8 og fæ þetta peð. Það ætti vantilega að vinna það því að hóta bara leika G5 og svo bara F6, F7, F8. Þannig eftir B4 leik Sassi hann kóngur C6 og ég held að B5 verið komið, það ekki komið. Já, Vigni Domalchuk, það alveg hörku viðregnina í byrjun. Það verður bara, já, það verður allt morandi í hörku viðregn í þessu móti, það bara þannig. Já, B5 kemur örugglega sterklega til greina, svartu vantarlega verður að taka þetta. Og hvað við hafa kónginn? Kóngur D6. Spurning hvort eiginleika G5 til hérna. Það spurning með kapplöpi núna, hérna, G4. Núna bara kóngurinn kominn, sko. Kóngurinn kominn, sko, það var þetta allir hættulegt, þannig að kannski megum við ekki gera þetta núna. Við gætum farið í einhverja leiki hérna og kannski Biskup D2. Þessi að koma. Og þetta nú óþægilegt. Hér, Biskup F4. Þá allir komin inn og þess að koma. Jú, þetta ekki bara hann sýnist vera semsar að kvitt hérna, klárlega. Þetta alveg svona típist ef við lendum í samlitu endartafli, rými og lenda ekki með peðin á svörtureitum eins og Sassi að lendi í. Það náttúrulega ætlaði ekki að gera það, en mér sýnist Vigni bara mögulega að tella þetta ansi vel, svona nýtt sér kreistingsmöguleikunum stöðinni og Sassi örugglega let him cook. Sassi lendi því svolítið að þurfti að taka svolítið stórar ákvarðanir með lítinn tíma. Ákvarðanir þar sem maður þarf að ákveða hvort að endatafl haldi eða ekki. Má sjá, já þetta komið svona og þetta komið. Og nú þarf, að fá nú þarf Sassi að ákveða sig hvað hann treður þessum kóng. Þetta ekki auðvelt. Sýnist skvítið koma kongnum inn og hann sé bara með einhverju eldamennsku þannig. Sýnist hann alveg glimrandi við nýsessa sko. Ég held getum ekki verið passífir. Ef við erum passífir þá má ég kannski fara að leika G5. En nú kongur svo langt í burtu. Nú get ég farið í þetta. Af því að ef við förum í pjúra kapplaup þá náttúrulega bara vekja upp með skák. Gæti verið eitthvað mát líka bara en þetta er unnið vandalega. Og ef að hann leikur hér þá
ná að drepa á C5 og valda hérna uppkomin reyndin og vinnum. Hins vegar ekki þynga að drepa á G5. Þá er spurning hvort að við náum einhverju svona stöðu. Hvað gerist hér sko? Svartur er fastur hérna. Við getum örugglega reynd, ok, já, vorum við eitthvað G6. Svartur verður að valda F6. Ég meina kóngurinn líka að fara inn hérna, halló. Þetta hlýtur að vera eitthvað leikfræðing og vesen sko. Það hlýtur að raunni. Já, ég syns þetta ekki lítið vel út hjá Alexander Domalchuk. Að þessu sinni. Þetta er komið, aðra B5. Hann lék okkur B6 og þá kom G5. Og ég held að sé þráttbeint tap ef hann drepur. Biskup G7. Hann verður að vera passífur, biskup E7 til dæmis. Þá held ég að G6 vinni nokkuð auðvitað þar sem að við erum ansið fljótir að fara hérna inn og éta þetta peð. Þannig syns þetta hafi verið mögulega endatafls lesson hjá Vigni. Mót er endatafl svona á yfirborðinu, en svo kannski ekki fer maður tölunar eftir það og þá kemur ýmislegt í ljós. Njaska lós alltaf látið. Kóngur fyrir tilbaka. Þá náttúrulega ok. Þarf hann að gefa þetta peð. G6 Primo segir Milutin-vilinn. Býtum við, nú er þetta spurning hvort það sé ekki bara þráðbeint vinningur biskup A5 búið? Ekki bara þráðbeint biskup A5 krakkar? Tekið á D8, must take, king take, vinning. Það er þráðbeint vinningur eftir biskup A5 og það er ekki eins og reikna neitt. Já, Vignir er að vinna hérna eftir kóngur C7. Þurfum ekki að eða meira tími í það. Fín byrjun hjá Vigni. Titilvörnin er hafinn eftir biskup A5. Þannig að nú eigum við 2 skákir eftir. Já, svona leyfum þess að klárast. Það var að drepa D8. Já, ég meina, ok, Sassa minn, þú getur bara gefið. Jesus Christ. Hann drepur. Meira þess að spurning. Jættefli. Komum við til að sé hann jættefli. 50-50. Hann fann getur bara F6. Já, hann getur hann gefið. Já, hann búinn að gefa eftir getur bara F6. Vinningur hjá Vigni Vatnar. Og þá bara eftir skákin Helgi Ás og Bárður eftir E4 og þá lék bara hrókur E3 og biskup G5 eins og bjóst við, hrókur E1. Hérna held ég að hann ætla að leika E3 en hann leikur hérna hrókur F8 og hann er pressu hérna á þetta F3-peð. Er ekki Helgi Ás að elda hérna. A5. Hann drepur á F3. Ætlar hann Bárður að leika G3 og reyna að verjast þar. Ég held að það gangi aldrei. Fyrir utan að biskup H4 er sterkur leikur sem að mögulega þvingar fram uppgjöf. RP-lýsingar, vá! Þokkar RP-lýsingar. Þetta gæti þvinga uppgjöf þar sem að G3, hrókutöpur F3, búðin fellur. Það verður roni hérna og við hefum tíma í að drepa G3 eftir skákina. Og ef við þurfum að gefa skiptavinnu þá, já, það er fellur allt saman hann með grunnar að bara fara að gefast upp og þá er bara ein skák eftir. Við höfum auga með þessari að sjálfsögðu. Og eftir F5 þá lék Hilmir hérna hrókur til 1-8. Býr sér til mótspil á þetta peð og E4. Er það nóg? Og má ég mögulega íta G6 peðinu? Mér sýndist þetta að vera mögulega bara endgame masterpiece sko.
mjög lært á sig þessi endatöfl sko, samleitt endatöfla sem þú ert með rými og nærða að pinna biskupinn í að vera passífur. Það getur vel verið hægt að sé eitthvað sem að hefði bara átt heima í gömlum bókunum hjá Averbakk. Sjá hvað setur hér. Þetta þá svona mest spennandi skákin. Dagur og Hilmir. Hilmir átti glimmerandi Íslandsmót í fyrra. Náði sér í stórmeistaráhaka. Ef ég maður rétt. Var hálfvinning eftir Vigni. Vigni fikk 8,5, Hilmir fikk 8. Já, það voru 3 með 8,5. Já, ef ég maður rétt. Helgi, þú manst alltaf rétt. Hvernig veldu þetta FJP? Veldu við kannski ekki. Mögulega G6. Ég haska losa alltaf láti. Og hugmyndin þá bara að fara all-in á þetta peð hérna. Sem er kannski bara príðishugmynd í dag ekki. Segjum hann drepi. Þetta er 5 kongur. Þetta er kongur verður að vera hér út af skákinni. Er þetta ekki svolítið hættulega peð? If you don't mind my asking. Hvernig getum við fara að drepa H3 bara næst og... Nei, þetta er staðan. Ég spyr, við bara leika G6-ina. Þjóðið bara að taka þetta peð sem hún setur á. Hunsa það bara. Það komin úrslit hjá Helgi Ás vinnur. Þannig að það kominir 3 vinningar á svart. Helgi Ás, Hannes Lífar og Olga Prudnikova. Heldur betur óvænt. Vægast sagt heldur betur. Hinn möguleikin er að valda bara peði. Kongur F3 eitthvað slíkt. Þá á móti fær svart kannski tíma til að... Nei, ég veit það ekki. Fær hann tíma til að fara að staða hinum með hann. Mér finnst nú G6 vera svona critical move hérna. Ok, þeir eru bara nátt tímamörkunum. En þeir eru ekki ennþá konum með viðbjóðtímana því að það er engin bara að falla tíma. Þannig að þeir eigur raun 30 mínútur og 50 mínútur hérna. 50 mínútur Hilmir, 30 mínútur Dagur. Þetta klukka gengur á Hilmi. Ég ætla að sjá bara með kanni hvort það. Klukkur í 8. Herru, ég ætla að örstunda pásu. Ég ætla að tengja hann að við fáum kamera á það. Það er alltaf skemmtilegra.
Heyrðu, já. Getum við hafið eldamennsku? Aðeins að föndra hérna. Dagur Hilmir. Og hér kemur spurning úr sal. Eru þetta rétt úrslit hjá Hjörvar á móti Olgu? Staðan sem er upp á borðinu í útsendingarleiknum er betra kvitt. Já, Hjörvar gleymdi sér og féll á tíma. Mjög vægast sagt óvænt vending. Svo ekki sem meira sagt, en þetta var nú svona skemmtileg skák og Olga setti mikla pressu og þetta var ekkert alltaf ástæða fyrir því að Hjörvar var í tíman ekki. Við skulum gefa Olgu það. Og teldu báðar að krafti hérna, Olga og Lenka. En Hannes var vandan á vaxinn móti Lenku. Já, við varum aðeins að kíkja á þetta, sjá hvað er að gerast. Hrókur E8 er einfallega síðasti leikurinn og Dagur að taka sér hérna góðan tíma. Já, og stendur núna hjá okkur 0,0 já, klukkunni. Þannig að Dagur er fallinn, er náttúrulega búinn að ná tímörkun, þannig að leið og hann leikur næsta leik þá fáum við uppfæran tíman hjá honum. Þannig að það er þessar 30 mínútur að þeir eru búin að 40. leik. Og hérna er Dagur vantilega að reikna. Hann þarf að velja, ætlar hann að vera passífur og leika leik eins og Kóngur F3 eða ætlar hann að vera aggressífur og leika leik eins og Gunnar 6. Ég er farin að hallast á því að þetta verður leikurinn og ég hugsa að þetta er það sem ég myndi leika hérna. En spurningin er þegar svartur tími að koma til dæmis með kóngin. Til dæmis kóngur D sem getur verið alveg afleikur hérna út af hrókur hér eða hvað. Þetta halda það. Hrókur hefur verið svona fyrir vestafallið þá já þó, kóngur H4 til F4 eitthvað slíkt. Reyna svo inn að peði svona. Ég þarf að passa mig á því. Ég kannski byrja að fara hér. Þá er hugmyndin að þú skákar þá já, býtum við eitthvað, ég gæti ekki fara að gefa þeim bara strax. Mér finnst þess að vera skák hér sko. Það var náttúrulega, ég var ruglaði variant það sem að við fórum fyrst hér og svo hér. Ég er ekki stór hættur hérna. Drepa H4 næst og já, hvað ætlar hann að gera? Hann leikur kóngur F3. Hann leikur kóngur F3. Já, nú er ég forðan að vita hreinlega hvort hefur verið betra. Kóngur F3 að G6. En Dagur tók sér
góðan tíma hérna og lékongur eftir því. Á núna 17 myndur eftir. 50 myndum í helmi. Sem gæti þýtti svona, já, einhvers konar pressa á hann. Fá það hérna, störum með þá, strákana. Það er ekki að svona þétta þá aðeins. Og stækka örlítið. Getur svona aðeins svona. Það kongur eftir úr þetta í staðan. Þetta er síðasta skakinn í umferðinni. Þau úrslit sem eru komin. Fyrsta úrslitin á blað í dag var sigurskák Hannesar gegn Lenku. Hannes náði sér í sigur og Lenku með svörtu. Í kjölfarið kom þráleikur hjá Héðni og Guðmundi með hvítt sérst móti Héðni. Og það kom þrisvar svona sama staðan, jafntefli. Og fljótlega eftir það kom þetta slys hjá Hjörvari þar sem hann féll á tíma með vænlegt tafl, mögulega unnið tafl, líklegast. Gríðarlega klaufalegt, bara gleymdi sér að féll á tíma í 33. leik. Hann var ekkert að ruglast á því að hann var búinn að ná tímamörkum, hann bara gleymdi sér. Og svo var það, já, Vignir Vatna sem að var með endatafl sýningu gegn Alexander Domalchuk. Þetta er mjög skemmtilega telt endafl hjá honum. Við erum að skoða það betur en hann leit ansi vel út hjá honum. Og loks var það Helgi Ás sem að náði að klára Bárður með svörtu, svona típisk Helgi Ás skák. Svona pirkvörn, það sem að, já, hann er svona betri í flækjunum og svona úthaldinu. En nú eigum við bara eina skák eftir. Það sem Dagur hefur hvítt á helmi. Síðan skákinn. Tveir hérna tiltölulega langir alþjóðlegir meistarar. Spurning hvað þeir ætla sér stóra hluti á þessu móti. Dagur, ég veit að hann er búinn að duglegur að stúdera. Hann kom samt inn í móti svona tiltölulega stuttu fyrir ára. Man ekki hver datt út. Hann kom inn fyrir Jóhann. Held ég bara svona innan við 2 vikur fyrir mót, en ég veit að hann er búinn að vera mjög duglegur að stúdera. En á móti þá er erfitt að vera duglegur að stúdera heldur en Hilmir sem að tekur þetta mjög alvarlega. Og við sáum það báða tefla mjög hratt í byrjun, teldu langa teóríu. Það virðist Hilmir vera að búa sig undir að leika. Þórir skákstjóri. Við erum inn í Mosfellsbænum, Hlíðavöll, golfvöllinn. Hérna uppi er veitingastaðurinn Blik. Sértefnist prýðilega veitingastaður. Skákmenn fá með 20% afslátt. Með töflun uppi. Getur vonandi komið upp svona flottri áhorfendaaðstöðu svona það líður á. Já, svo hvað fór hann að háa Sýndist það. Hrókur til Hannes 8, valda peði. Og já, nú höfum við ekki tíma til að íta G-peðinu, það er tekið og Hrókur Gunnar 8. Spurning hvað Dagur gerir hérna, hann leikur engu, hann er bara að hugsa.
Já, nú klukkan búin að við skiptum aftur yfir hérna í lítjastæmið. Bínu hægir, hvað búin að gera þarna? Já, fyrir afsakið. Það var vilt að stað. Já, sjá klukkuna þarna, búið uppfærast og nei, byrju, það er ekki búið uppfærast klukkan hjá Hilmur sem sendur því. Og sjá, og það er fyrst að ég fekk hérna. Ég ætla að refresha þetta, þetta er eitthvað fyrir. Er það með 16 myndir líka? Það er ekki sem báða með 16, ég held að hann hefði hérna. Já, ok, þetta er bara svona. Allavega, Kongur G3 var leikið. On the board. Og undirbyrð þá kannski að taka hérna. Hvað fjórir, drepi, G6, G7. Já, hann leikur Kongur G8. Það sé að svarti verður allavega búin að leika A4, Kongur D7 til að geta drepa B2 eða skipst um hrókum. Hann leikur Kongur G8. Þá er hún í hérna. Spurningin er hvort það sé eitthvað þráleikur í bóði hérna, ef Kongur H4, Kongur H8. Kongur G3 kemur Kongur G8, ef Kongur G4 þetta er E5 skák. Kongur F4 þetta er G3, það eru þingar samt á E3 sem er kannski bara fínt fyrir svartan, nei hvítan segir. Já, spurning hvort það sé að fá þráleikina. Alveg möguleiki. Hvað er önnartu? Þetta er Kongur H4 líka því ekki. Nei, Kongur G4, ok, jæja. En Kongur G4 rittar E5 skák. Kongur F4 rittar D3 aftur. Hvað er að gerast þar? Já, við fáum sýninga bara. Segjum hér. Hérna hér. Ef ég vil ekki jafntefli þá verður ég að fara hér. Það leiki hér. Ég spyr hvernig við völdum þetta peð. Getur maður gefa? Ég veit ekki, þetta er C3. Svo sem alltaf þetta C4 þá á móti í lokin. Þetta gæti verið að fjara út hérna sko. Með einhverju svona fráskák. Þráskák, veit ég satt það. Kongur G8 síðustu leikur. Báður eiga 16 myndur. Hilmi verður náttúrulega líka að vera skynsamur, hann má ekki bara, hann getur ekki alltaf unnið, hann er með svart, hann getur ekki alltaf sprengt þig og hann má kannski bara vera sáttur við jafntefli úr þessari skákaldi. Mér fannst Dagur fá svona aðeins þægilegra eftir að náði þarna skiptum á dronningum. Virkaði svona örlítið þægilegra kvitt. Já, Hilmir hugsaði, ég veit ekki alveg hvað honum stendur til boða annað en þetta.
Satt best að segja. Nú hægir. Já, menn eru bjartsýnir að senda mér einhver skilaboð hérna á Facebook. Ég hef nú ekki tíma að skoða það. Hinn myndi ekki svo góðan tíma hérna. Já, ég veit ekki hvað. Já, greinilega kom jafntöflusboð og því var tekið. Skal lítið hana hægt. Ég veit að heyrist eitthvað í þeim. En það á ekki að vera hljóð á Zoom-un, en svo skiptir ekki máli mín veginn. Virðist það sama jafntöflan eftir koma G4. Já, það er svona að byrja eitthvað sútur hana. Það er bara að laga. En málið er sko að það er ekki sprengur eftir ég sá það já, nei, en þetta breytir ekki máli þess að það er segjum fyrir hérna og segja þetta líka þá var það að breytum það líka allt fyrir næst það var skil Kókur átt að játtöfli ég satt í kókarna síðan við erum aðeins Kókur hvað er svona leikur hann er nú með 44 Já, þeir byrju greinilega hérna. Já, þetta er Byrju greinilega að stúdra þannig útsendingin aðeins að ruglast. Þeir eru stóru að laga það. En já, þeir allavega sendu jafntefli og þá eru komin úrslit í öllum skákunum. Við erum kannski hérna. Ég bara svo hættur maður þetta er já, eins og ég var ekki að pæla hérna nei Leiðum þessu bara lífa eða veit ekki hvað heyrist í þeim samt. já, eftir mér bara ef ég þetta er svo erfið ég get alveg aftur leikinn en ég er off by one já, en þú þarf svona líka þú veist ég er alltaf ekki taka ef þú kemur komin snæst þá er þetta alltaf eitthvað og fyrir það það er ekki rétt þú komur til næst minn komur hérna til að segja þetta sem er fast ég ætla ekki að taka það þessu ég leikir bara það ég kannski að það var bara repetition en það er sem að segja ok ég held þessi styrna það er kannski líka Já, herru, við skulum kannski bara renna yfir daginn og það er Héðinn og Guðmundur og það endaði svona já, þung miðtaflskák sem endaði hérna í þráleik ekki með þetta hérna það sem að Hrókur 7-8 drókning 1 Hrókur 7-8 og svo framvegis þetta er nú staða sem líklegast er í jafnvægi og hvorugur þorði þannig að rugga bátnum bara fara út úr Zoom-inu svona til þau ekki séu að
það hljóðið að tröfla. Nú, ríkjandi Íslandsmeistari Vignir Vatnar, hann náði sér í magna sigur. Það kom bendatafl, fyrir bara hrætt yfir sögu hérna. Það sem hrókakaup voru eiginlega þingu út af leppurinn hérna á dílínunni og endanum fóru við kaupin og Vignir náði sér hérna rými með F5. Þetta er kannski eina ástæðan við skoðum þetta saman að ég var einmitt að velta fyrir mig hvort að Svartur ætti sjálfur að reyna að leika F5 í annað stöðu til að reyna svona að ná upp ykkur blokkeringu. Hvítur leikin F5, þannig að hann náði svolítið að pinna niður þessi peð hérna á G7 og F6 og þrátt fyrir að peðunum fækki hérna þá er vörnin erfið hjá Svörtum og ofur oft yfir hérna þessi G5 leikur og þetta endaði þannig að Sasha taldi sig knúin til að leika C5, hvítur hótar hérna að skáka og fara F8 sem má ekki leyfa, hann valdi að leika C5. Þá var að koma enn eitt peði hérna á svartarætti og hérna náði tímamörkunum í 40. leik og Vignir bæti stöðuna jafnt og þétt, þar til hann leikur hérna B4 og þetta má ekki drepa út af sömu ástæðu hérna, biskupinn hér. Spyrjum út að Svartur að átaka betra, en eftir B5 hérna virðist vörnin algjörlega vonlaus. Og þá kom á daginn að G5 var leikið hvítin að leika G6, þá kemur kóngurinn bara inn og Sasha leika skákinn í einum hérna þar sem biskup A5 einfallega þvinga fram unnið peasantafl eftir biskup D8 og getur verið F6, þannig að Sasha gafst upp. Flott sigur, Helgi Ás með svona miðtafl, svona pirk miðtafl. Ég fannst að vera að ná yfirhendunni hér, betri peðastöðu og hann teldi þetta vel, hann hrætti drottningun hérna, fór svo í kaup og náði hérna parinu og vann svo þetta peð. Barður ákveður að gefa þetta peð hérna á E6 þannig að Svartur peði yfir með parið og náði að verjast öllum hótunum hérna. Hangir á peðinu, hvítur við það náði hérna eftir biskup D4 og þá kom E5 og E4. Smá hérna kraftatafnski í lokin og hrókur F8 var skemmtilegur, setti pressu á F3. Já, hefði getið leikið G6 lókstöðun líka rétt. Pressan F3 var mikil eftir A5 biskup H4 lúmst og F3 fellur eða skiptamönurinn og kjölferði við öll peðin. Hann er svo lenka, þar byrjaði að lenka svona fórna peði til að snemma. Við sjáum það hérna, hún gaf þetta peði eftir B3, þá var þetta orðið pensfórn. Teldi hérna nokkurum krafti leikinu H5 og G4 hann er svo að taka ekki peði strax alltaf en ákvað núna að taka það, fórnaði að B7 á móti en fekk hérna mótspil og hérna ákvað að lenka eftir dreif fyrir svona skiptamun. Það virðist ekki hafa verið nægilega góð ákvörðun og Svartur virðist vinna hefur nánast þvingað eftir F5, E4 og svo þess að skemmtilegu hróksfórn eða skiptaminsfórn hrókdröpur A7 sem að leika hérna. Svo kom drottningin einfallega inn og hótunni biskup B4 skák og hrókur mát ill viðráðanleg, þannig að lenka gafst upp. Við vorum að sjá Hilmi og Dag klára hérna eftir hrókur G8. Hún endaði jafntefli, já svona, þetta var eitthvað svona slafi sem að voru með teóri hérna alveg fram í nánast 20. leik, þetta var allt telst áður. Ég held að hrókur G8 hafi verið nýleikur ykkur staðar í staðan fyrir hrókur E8. En já, mér fannst Dagur alveg mega vel við unna hérna, svona veitt peða H4 og hvítu peðin svona verast hættulegri. En það svona gerðist þó að lítið, örðu kaupana í lokin. Og Dagur var alltaf svona kortur í því að ná að komast á stað hérna en á endanum að þá komast á einhver stað. Þessi leiki komur undir ekki hérna, ég held að hrókur G8 hafi verið síðustu leikurinn hérna í 43. leik. Og svo var það, já, óvænta skákin, það var eiginlega Hjörvar með hvítt gegn Olgu þar sem að Olga teldi nættorf og fengum þessi stöðu hérna þessi prinsvariantur sem hvíti færi þessi peð hérna. En Olga teldi þetta alveg af fítonskrafti, fikk virka menn og þessi hótun að setja rittarinn á D3 og átti yfir
En Hjörvar virtist nú alveg hafa kontról á stöðunni og skipti hérna upp, hrókeraði og ákvað að drepa þetta peð. En Olga telta krafti, fór í skiptumisfórn hérna eftir D5 eins og D2 að drafna á C4 og hrókur B6 og það með þetta, ég hef ekki skoðað þetta með tölum, þannig ég veit ekkert í rauninni hvað var í gangi hérna. Eftir hrókur F5 biskup G4, hrókur F2, þá kom þessi leikur biskup E2 og hóta D2 hérna var allt, já, tímarhag og allt í hálofti. Hérna virtist nú samt eins og Hjörvar væri hann á kontról. Eftir rittendur breytu þá verður svartur að drepa og svona mesta púðrið virðist úr sókninni og þá leik hún hérna hrókur B4. Nei, hún skákaði fyrst og leik hérna hrókur B4 og Hjörvar gleymdi sér og féll á tíma. Þetta var leikið hrókur C1 bara muna hann einhverju sekundi og svo og já. Nú kveikjur appartum þá segja hún að þetta sé hartnar unnið á hvítan pluss 2,4. Það verður eftir að koma með kontról á þessum peðum hérna og þá var þetta bara spurning að taka hans til, svona koma með kónginn og laga hans til og þá ætti þetta að vinnast. En hafðist ekki þessu sinni, en þetta var skemmtileg umferð, þetta byrjaði vel, við fáum 4, já bara 2 jafntefli, 4 sigurskákir og já, þetta verður bara veisla núna á næstunni og hérna, þakkum bara fyrir í dag og sjáumst aftur á morgun, umferð hefðast 3, við reynum vantarlega að byrja útsendingar svona 4:30 svona eftir atvikum hvernig skákirnir eru. Þannig ég sé bara takk fyrir í dag og sjáumst líkast á morgun, takk fyrir.